Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina, 10. tímabilið að byrja og við erum ekkert eðlilega spenntir, Óli. 10. tímabilið, ekki bara 10. tímabilið þitt. 10. tímabilið mitt, já. Þú ert orðinn gamall. Fór í gennum Lenovo, síðan Vodafone, síðan besta tímabilið, ljósleiðaradeildin. Ljósleiðaradeildin komin aftur á skjáinn og bara gæti ekki verið skemmtilegra, gæti ekki verið meira spennandi. Ég sjúklega peppaður allavega að komast að alls konar hlutum hér það hvernig þetta tímabil mun fara, hvort að við séum að fara að sjá Þórsarana hérna aftur koma inn með stólsveip eða hvað gerðist í off-seasoninu. Ég var að hugsa svolítið þetta í dag einmitt, sko. Þá var ég svona já, þú veist, Þórsar ekki bara að koma inn og verður þetta ekki svona frekar þægilegt og eitthvað og þú veist, þeir eru alltaf svo sterkir og flottir hérna, en svo var ég bara ég veit ekkert hvað er búið að gerast í off-seasonu. Nú skulum við fara yfir það. Eins og við sjáum þetta á sjónvarpinu fyrir aftan okkur, við erum að fara að horfa á Neisti á móti Þór í kvöld. En mér fannst skemmtileg leið til að byrja tímabilið rauninni bara að fara yfir þetta off-season og jafnvel, því að ég er búin að gera það og ég mun segja að við munum powerranka liðin og sjá hvort við fáum eitthvað skemmtilegt út af því. Ok, ég fíla það. Sko, þarna til að fara yfir svona fyrstu liðin, þá það náttúrulega við erum með Þór, við erum með Dusty, við erum með KBJ, við erum með Vega, við erum með Saga og síðan erum við með Bakkus sem er sama lið undir öðru nafni, þetta Ofvirkur og Hyperactive og þeir. Gamla ármann. Síðan kemur inn Neisti sem er að spila í kvöld, Hyper unnu sæti í ljósleiðaradeildina bara á sunnudaginn, frábær leikur. Og that concludes it. Þór, Dusty, Neisti, Hyper, Bakkus, Saga, Vega og KBJ. Inn í þessum liðum, skulum fara bara yfir það örlítið seinna, en þegar við powerrankum þetta þá langar við bara að spyrja á blaði án þess að vita neitt hvern lætur í fyrsta sæti? Þór. Það inniheldur Stjána Gula, Mozart, Viktor, Bjarni, Tæt og Pressi. Þetta aðeins öðruvísi lið heldur en við sáum á síðasta tímabili. Ok, það er klikkað. Dusty í off-seasoninu þá langar mér að segja að þeir sigruðu og fengu til sín Pandas, Peter, Tony, Rafle, Dabbe, Detonate, Sveittur og Mínitigrís. Ha! Þeir fengu feita bitan, Dusty tóku buttuna og spreðaði í Íslands meistara lið. Það er bara svolítið þannig og líka bara return of Detonate, sko. Já, hann er á bekknum og mér skilst að verði einhver rótering innan þessa line-ups á ákveðnu tímabili á tímabilinu sökum mögulega einhverja ferðir eða eitthvað álíka, þetta er náttúrulega ferðasíson og allt þannig. Það er sjúklega áhugavert að sjá, þú veist, endurnýjunina og allt sem eiga sér stað þarna inni. Núna fáum við svolítið kannski að vita það hvort að, þú veist, eitthvað í vatninu þarna hjá þeim á Akureyri, þú veist, þeir búin að búa til einhvers konar, þú veist, innviði umgjörð utan hald sem að tók liðið og svona hægt og rólega bara, hvað getur sagt, tók yfir senuna hérna á Íslandi og urðu allt í einu the team to beat eða var þetta bara, þú veist, hverju voru róstefnum á þeim tíma. Núna er Dusty búin að taka Team Falcons á þetta og hérna pikka upp allt sem hægt að pikka upp. Hvað kemur út úr því? Það virkaði ekkert frábærlega fyrir Falcons. Er það að fara að virka hér? Er þetta frábæri nöfn sem að gella síðan ekki saman eða, þú veist, erum við að fara að fá að sjá eitthvað stórkostlegt frá þeim? Þetta bara, minnst það geggjað. Já. Ég leit Dusty í fyrsta sæti. Einungis vegna þess að ég er mjög hrifinn af þessu gamla Þórs-line-upi sem er núna Dusty og í númer 2, hvað myndið þú láta í númer 2? Ég hef sett sennilega Dusty. Dusty, já, okay. Þú veist, þeir kom alltaf til að spila, skilur við, þú veist, þannig að... Myndirðu láta þá Þór í annað sæti? Á þess að vita neitt, nei, ekkert endilega. Ég meina, það fyrir eftir því svolítið, sko, Saga náttúrulega hafa verið sterkir, Vega voru líka á ákveðnu uppsiglingu. Mér fannst Neisti koma alveg skemmtilega óvart í hérna, stórmeistara og annað. Þannig að, ég myndi segja, þú veist, án þess að vita neitt, ég einhvern veginn hef alltaf haft mikla trú á Sögu. Þannig að ég hefði sett Sögu í annarsæti. ATHT, Vissar, Dóm, Skún og Musli.
Musli? Hann kemur nýr brakandi feskur, veit ekki allt og mikið um þennan leikmann, ég þekkti ekki nafnið. Verður áhugavert að sjá sögu og eins og þú veist. Brakandi feskur, var þetta eitthvað pönn eða? Það pönn, Musli, brakandi feskur, alltaf tilbúið með pönnin. Liðið sem ég læti annarsæti, Já. það er Vega. Ok. Vírus, Vanker, Deathcake, Brion eða Brion, Sörk og Linsanity. Ok. Já, menn muna eftir Jeremy Lin úr NBA. Skýrðu þetta því. Ég set á sökum þess að þið bæta Brion inn í liðið. Hann er mjög góður einstaklingur inn í kjarna sem að virka líka bara fyrir og þú veist, þeir eru að fara að rúlla á því. Síðan læt ég KBJ. Ég er dálítið að skauta yfir Þórslænupið. Ok, áhugavert. Og hver eru í KBJ? Nonni, Edison, VJ, Rufflu, Solo, Clever, Finus og Alle. Ég held að Alle sé þarna sem Pingu Mím, hann er bara sjómaður í dag, en samt sem áður hinir 7 eru ákaflega góðir. Já, mjög góðir. Það hefur, sko, ef við tökum svona sagfræðilegu nálgunina, þá hefur það reynst mjög vel að vera með eins og Clever á róstetnum hérna á Íslandi. Þannig að ég myndi alls ekki diskánta það. Í 4. sæti læt ég Þór. Okay. Stjáni Guli, ég tek bara line-upið sem spilar í kvöld þá. Okay. Það er Stjáni Guli, Viktor, Bjarni, Tæt og Pressi og síðan er Mozart á bekknum allavega í kvöld. Þannig að þetta line-up samanstendur af Íslandsmeistara í Bjarna. Síðan kemur Stjáni Guli þarna, svona yngri kynslóðin er samt búin að spila slatta af leikjum. Mozart og Viktor að sjálfsögðu koma með töluverða reynslu úr fyrir leikjum og Viktor búin að sína sig bara sem smá súperstjarna. Tæt, svona gamli kallinn á bekknum. Ekki á bekknum, hann er alls ekki á bekknum. Hann spilar örugglega marga leiki en verður áhugavert að sjá hvernig honum eftir að ganga. En ég spái þeim 4. sæti. Ok. Þú veist, aftur samt, sko, núna erum við erum að fara í season 10. Við erum búin að tala þetta frá season 1, skilurðu, þú veist, hvenær gerist einhvern veginn splittið, hvenær fer senan í þetta uppþótt þar sem að við eigum erfiðara með að spá fyrir sigra. Það kom þarna, þú veist, svolítið í byrjun þá var það Hafið, svo kom, skilurðu, Fylkir, svo eru þeir Dusty, kom langt Dusty tímabil, svo kom Þór og núna ertu búin að segja, sko, kjarnaleikmenn úr eiginlega öllum þessum line-upum sem að historically hafa verið að vinna þessa deild og verið í toppbaráttunni og þeir eru allir farnir út allt. Já. Og mér finnst það ógeðslega spennandi af því að þetta er svona þróunin sem að bara, það tekur bara tíma að komast þangað og við munum fara síðan úr þessu yfir í eitthvað nýtt super tím en þetta tímabil eins og þú ert að stilla þessu upp akkurat núna er svona anything can happen tímabil. Já, algjörlega. 5. sæti læt ég Bakkus. Okay. Þetta hefði getið verið Bakkus eða Saga en Bakkus varð on top. Saga er í 7. sæti. Hjá mér. No Brain sem er hyperaktiv. Hæ hundinni, Blaster, Ofvirkur, Gutti, Seni, Elís Thor og Thomsen. Bara gamanreyndi gaurar, þeir eru eftir að byrja örlítið illa á tímabilinu, spila sig inn í það og mér langar sérstaklega að þú takir eftir treyjunum sem þessi drengir eru í. Þeir eru með geggjaða treyjur, þeir eru með S.A.A. þeir eru með alveg bara alla góðu svona fríu sponsorana, þeir eru að gera þetta alveg frítt, þetta er bara frítt exposure fyrir geggjaðan málstað þannig að fólk tekur eftir því. Nei, ég fíla það í botn. Já. Bara kudos. Já, algjörlega. Saga í 7. sæti, búin að fara yfir það, line-up, ADHD, Vissar, Dom, Skún og Musli og síðan læt ég í 7. sæti, það eru The Newcomers, Hyper, Snowy, Ninja Dog, Drjóli, Sukk og Kíró. Þetta er line-upi sem að sigraði leik á móti Fylki, með skjáltast ekki, núna sunnudaginn. Og ég er bara mjög hrifinn af þessu line-upi. Ég get ekki látið það ofar einungis vegna þess. Þeir eru ekki með reynsluna efsta stigi. Nei. Hún gerir helling fyrir þig. Að taka TV-leikina, þetta er alveg erfiðara að fylgja þessu schedule. Þetta er alveg, þú ert að hamra í gegnum þetta tímabil mjög fljótt.
Já, og ég held að, þú veist, ég held að það sé eitthvað sem við getum ekki svona vanmetið, er bara reynslan sem nú að byggjast upp í þessum liðum og í þessum spilurum sem eru núna svolítið að leiða öll þessi mismunandi lið. Þetta er fólk sem er búið að vera í langan tíma, þannig að verður brekka, en verður gaman að sjá, samt sem áður. Ég held að þetta sé svona, skilur, þetta er tímabilið þar sem við sjáum marga 13-10 leiki, 13-9 leiki, þú veist, sem að brotna þarna á einhverju einu rándi seint í leiknum og þar gætu Hyper kannski farið verð út úr fleiri þannig aðstöðum heldur en fari. Þeir eru með mjög definitív spilastíl, þannig að endilega fylgist með því, og þeir eru með ábyggilega elsta besta leikmannin á Íslandi í dag, það er Kíró. Já. Frábær leikmaður og Snúi bara þeirra ofur stjarna. Í senasta sæti sem að rekur lestina er þá Neisti, Daffi, Robbi, Debatti, Lost Luck, Rúfus Sinner, Ási og Jiri á bekknum. Okay. Þetta liðið sem að mun spila í kvöld er Rúfus Sinner, Lost Luck, Batti, Robbi og Daffi. Á móti þá Þór sem er Stjáni Guli, Viktor, Bjarni, Tæt og Pressi. Nú er ég búinn að powerranka þetta. Nú ætla ég bara að skrifa það niður, taka myndaði og sýna þér í endan á tímabilinu hvað ég er ógeðslega heimskur. Já, það væri náttúrulega klikkað að þú værir með allt rétt. Já. En ég, sko, þú veist, það sem ég hef alltaf hort á með deildina er að mér hefur alltaf fundist að hún skipta svolítið í svona, þú veist, þetta eru efstu fjöliðin, þetta eru næstu fjölið, skilur, þú veist. Og ég sé það ekki eins mikið núna, af því að það hafa orðið svo mikla breytingar. Þannig að ég held að við þurfum svolítið að bíða og sjá hvað þetta allt lendir. Þannig að, og eins og ég segi, þú veist, ég trúi því að þetta verði svona tímabila sem að, þú veist, við erum að spila best of threes, það tekur meira á heldur en skilur best of ones. Best of ones væri svona skemmtilegri móttökur fyrir Hyper upp í efstu deildina. Fá bara, þú veist, sjensin á að taka leik á góðu kvöldi af klikkuðum liðum. En það er ekki það sem við erum að tala um hér. Þetta er bara að þú þarfst að taka þessi best of threes og þannig ertu að fara að fá punkta í hús og þannig þá þarfst að vera konsistant yfir allt tímabilið og yfir alla seríuna og það held ég að ég eftir að svona skilja liðina af tiltölulega snemma. Ég held að gefum þessu 3 umferðir og þá mun ég segja þér hvort þú sést að hafa rétt fyrir þér eða ekki. Já, það er spurning hvort að við fáum bara Neista upp á skjáinn. Við erum ennþá að bíða bara eftir leikurinn byrji. En já, eins og ég var að tala um, Daffi, Robbi, Batti, Lost Luck og Rúfus Sinner. Sko, nú þekki ég Batta, Lost Luck, spila með þeim báðum, Daffi líka. Eftir að spila með Robba og Rúfus Sinner, en nú er eiginlega bara svona seinasti séns fyrir einhvern veginn Daffi. Hann er búinn að taka núna nokkuð tímabil, byrjaði með IA þegar hann var promótaður upp frá þriðju deildinni upp í deildina bestu, búið að ganga illa með IA og svo framvegis og núna er hann koma enn og aftur inn í ljósdeildina. Hann er komið allt í lagi line-up núna, eins og talaður samt, þetta er best of 3. Þú ætti að vinna best of 3 til að sigra og ná í punkta og það væri helvíti brekka ef að Neisti er ekki fara að krækja sér í punkta hérna snemma. Já, og þú veist, eins og þú segir, með smá reynslu, hvernig er reynslustigið í efstu deild af liðinu sem hann er með í kringu sig? Þú veist, erum við að horfa á svipað scenario og þú sért með eitt reynslubolta þarna inni, skilur þú veist, að þá ertu samt með svipað scenario og Hyper. Þú veist, það eru þessir hjallar sem þú ert að komast yfir í þessum erfiðu leikjum, í þessum grænti leikjum. Þú þarft að vera með dýpt í playbookinu þínu, þú þarft að vera með dýpt í varnar playbookinu þínu líka. Þú veist, hvaða ránd ætlar þú að taka þegar þú tekur hvaða ránd ætlar þú að taka þegar þú ert að þínu að horfa á, þú veist, stöðuna 11-7 eða eitthvað álíka. Það er svona, þú veist, ekkert allir sem eru með þetta play, þú veist, hvernig geturðu spilað inn í það, hvað þú að lesa, hvað þú að fylgjast með í leiknum til þess að púlla það ránd bara út úr rassvasanum. Og þegar þú ert að tala um best of threes, þá er þetta oft 3 tækifæri. Segjum að þú fáir þitt mappin í gegn og þú færð hérna bara, veika mappið og Þór, Neisti fær það. Þeir koma inn sterkir, taka þann punkt, svo þeir að fara á sterkt mappi og Þór og svo sennilega á eitthvað svona semi-neutral mapp, þar sem að bæði líður ágætlega. Hvernig ætlar þú að púlla upp stílabókina og segja,
jæja strákar, núna ætlum við að taka hérna þetta play, ertu búin að sitja inn vinnuna, allir með á nótunum, geta allir höndla pressuna, þetta spurning alltaf þegar þú kemur með, bara þó það sé ekki nema 1 eða 2 óreindir inn í lið, að því að það þarf ekki nema bara, þú veist, að 1 flass fari ekki á rétta stað eða 1 manneskja fyrir og snemma eða hvað það til þess að allt hrynji í þessum aðstæðum. Já, algjörlega sammála og það eitthvað sem að Þórsliðið hefur nefnilega í pókaótninni og ef við transitionum bara yfir í Þórsliðið, Þór búin að vera með svona púsla saman line-upi núna senustu vikur, vitandi það að leikmennirnir að fara yfir til Dusty eftir ágæti summu af pening býsti við, engar staðfesta tölur, en það Stjáni Guli, Viktor, Bjarni, Tæt og Pressi og ég minni á það að Mozart á bekknum, veit ekki hvort hann sé að fara að spila ekki bara þennan leik eða verða á bekknum. Þarna nóg af reynslu, þarna eru leikmenn sem eru búin að vera í deildinni, það eru allir með gífurlega reynslu, Tæti með titil á bakinu, Bjarni með titil á bakinu, Stjáni Guli var í Dusty og var í Vega fyrir það, kom með nóg reynslu af liðum sem að challengea eða eru svona predicted winners, en það eitt sem verður að vera sagt Bjarna, hann var geggjaður þegar hann kom inn í Vega og bjóð til geggjalið og hann stýrði því eins og hershöfðingi, en það hefur alltaf verið svona eftir að hann fór af toppnum og já sjálfsögðu þegar Atlantic varna og frábær tími á honum, en eftir það tímabil það eins og hann sé ekki búin að gefa 100% í einhvern x langan tíma. Hann tekur þessa spretti og gengur mjög vel, en síðan vantar upp á úthaldið einhvern veginn. Ég meina, þú veist, ég man bara eftir klifurinn upp á toppin með Fylki, þú veist, á sínum tíma. Og það var svona fyrsta, svona changing of the guard sem við sáum, skiluru, í senunni. Og náttúrulega það lið núna sennilega, þú veist, bara sigursælasta liðið sem við höfum séð hérna á Íslandi, skiluru, inn í því. Þú varst með Þorstein F og þú varst með Edison og þú varst með Bjarna. Og þetta var svona þú veist, alvöru push, skilur en svo var líka bara alls konar sem þeir voru að gera hérna fyrir utan, skilur þeir voru bara að klifra esjuna saman og hérna bara tengjast og þetta var svona einhver svona þéttni þarna og einhver svona metnaður á bakvið þetta rise to the top sem að var svolítið, hvað þú sagt, svona tíðarandinn á þeim tíma og hann sá tíðarandi alveg búin að svona koma og fara en þú veist, og núna hendi ég líka bara svona smá áskorun, skilur þú veist, finnst við hafa platóað smá svona, þú veist, svona slest úr hérna ferlinum okkar í því hvert við erum að fara og það alveg, þú veist, margar ástæður á bak við það, fullt af fólki skilur við bara á sér líf hérna, þú veist, spilararnir sem eru búin að eldast, sem eignast börn og taka við vinnum og gera hitt og þetta. Það alveg meira í lífinu heldur en CS, en á sama tíma að þá ef við viljum sjá þetta áframhaldandi klifur sem við eigum fyrir framan okkur og viljum halda áfram að ala hérna upp frábæra spilara, þá erum við með rugglaða innviði til þess að gera það og þá þurfum við líka einstaklinga eins og Bjarna til þess að setja inn þessa 100% af því að við vitum hvað hann getur gert þegar hann gerir það. Þannig að ég bara hlakka til að sjá það og þú veist, þetta engir hérna, hvað við sagt, amatúrar eða lýli gæjar sem eru með honum minna. Þetta allt gæjar sem að, þú veist, ég hef allavega öskrað 1 eða 2 highlight hjá þeim öllum í gegnum tíðina. Já. Þannig að, þú veist, show us what you got, til þess að kvota hérna Rick and Morty, sko. I wanna see what you got. Ég spái þeim í, 4. sæti og, Stjáni Guli, þú veist, þetta solid biti, Tæt aftur, þú ert með solid bitan sem að, einhverja rispur sama á Stjáni Guli, en þarna erum við dálítið að einblína á þessa hina 2 leikmenn eða 3 leikmenn ef að Mozart að spila einhverja leiki. Það Viktor sem að núna proven quantity að koma með frögg inn eða fellur inn á efsta leveli og vera þessi stjarna. Síðan spurningamerkið Pressi. Hvenær kemur stökkið hans? Já, hvert fer hann, skilur við. Við höfum séð hann geta tekið hann, þú veist, aggressífa spilastíl og haft impact, en hefur svolítið ebb and flowað, skilur við, þú veist, hann var ekkert alltaf, hann ekki gæi sem hún sér bara og bara, þetta eitthvað svona donk level hérna, hann að fara að rifla alla. Eins og við sáum með blikk. Já, þú veist, en hann getur átt þannig moment, þú veist, þetta svona leikmaður sem getur unni ránd bara upp á sitt einstæmi og ef hann, hvað við þú sagt, svona, þú veist,
það alltaf þessi breytileiki í töluleikjum skilur þú veist að gera eitthvað hlut sem að virkar í 60% tilvika þá ertu að standa þig mjög vel en ef hann getur hnikað þessu skilur úr 50-49% tilvika success rate hjá sér upp í þessi 60% Já. að þá getur Þór farið mjög langt á bakinu á honum skilur og þá ertu náttúrulega með alla hina og þá held ég að þeir geti mjög fljótt farið að klífa þetta power ranking hjá þér Já. Sérstaklega með alla breytingarnar sem eru að eiga sér stað annar staðar og maður veit aldrei hvernig þessar breytingar lenda heldur þú veist, hvenær fer klefinn hjá sumum þessum liðum þú veist, hvað þarf að tapa mörgum rándum í röð áður en að lið sem ekki búið að spila 150, 200, 300 leiki saman bara brotnar þetta eru spurningarnar sem við kannski erum ekki með neins svör við allavega eins mikil svör við og við höfum haft á síðustu tímabilum og það er bara gerir gott sjónvarp, Tommy. Það gerir gott sjónvarp. Það við getum talað að klefinn sé farinn og síðan eru við bara hlæjandi og flissandi inn á Teamspeak eða hvað sem þeir tala saman þá það getur alveg leitt til svona skemmtilega hluta. En einmitt þegar ég var að fara yfir liðin og ég var að powerranka þau, þá var ég líka að miða svona út frá því ekki bara hversu sterkt það á blaði, heldur líka bara hversu vel það samsett. Út af því að mér finnst Þór-line-upið bara ágætlega vel samsett, en mér finnst eins og Bjarni og Stjáni og Þór fyrir ekki tætt, meira supportive element í liðinu heldur en eitthvað annað. Bjarni á sín moment, Stjáni líka, en þú ert þarna með 3 solo-gaura. Bjarni kannski ekki alveg svo mikið, meira Stjáni og tætt. Já, en þú veist, það líka þá bara spurning hvað galdra þeir geta fundið á tímabilinu, þú veist, aftur. Ég meina, við töluðum svolítið þetta í, hvað, var það ekki Vega, það var Vega og Saga, sérstaklega Saga sem vorum að tala að þeir voru með þessar 3 leikmennan í fyrra sem að þú veist, gátu bara poppað off, skilur þú veist, gátu bara allt í einu farið og kláraði eitthvað round með einhverju rugluplagi og þú veist, og það byrjaði alltaf eitthvað svona roundið í rólegheitum og svo allt í einu bara eitthvað, heyrðu, nei, býttu, hvað í gangi þú veist, og þetta svona, þú veist, bara, við erum ennþá á þeim stað á Íslandi, þetta getur gerst, þannig að þú veist, það bara undir þessum spilurum komið, þrátt fyrir að samstæðingin sé kannski ekki fullkomin, að þá bara, þú veist, aftur, núna bara put in the work, sennilega meira heldur en flestum tímabilum síðustu 5 árin, að þá það hægt að fara og klífa sig upp á toppinn akkurat núna. Alveg hárrétt hjá þér, en við erum komið live, það var smá vesen í leiknum okkar og í kjölfari mistum við af fyrsta landinu, en það allavega neisti á móti Þór í train. Við byrjum í train og við væntanlega fáum mappúlið til okkar bara skriflega, kannski, og sjáum hvernig mappúlið stendur. Bjarni komin í bak, beint í hauskotið. Mikið finnst mér gaman að við séum með train inn í púlinu og pressið þarna með góða móttöku, tekur 2, Viktor með 1. Ég baddi með gítar. Já. Óvart. Nei, er það bara live? Já, síns það. Þetta má. Já. Við erum með train, overpass og núk. Herðu, ok, og getum við líka talað að við erum með overpass aftur? Mér finnst það geggjað. Elsku overpass. Ég mikill aðdáandi Anubis og ég syrgdi alveg í smá. Það var útför í Hagamellum, þar sem ég var heima, fyrir Anubis. Fyrir þá sem vita, þá ég með Anubis tattoo með þessa. Ég elskaði það mikið. Já, því að ammaðinn og afi gáðu þér sakfræðibók. Var mamma og pappi? Já, mamma. Já, mamma og pappi. Ég held ég hafi talað þetta í öllum útsendingum í fyrra og ég reyndi ekki eins og að tala þetta núna, Tommi. Þetta kom einhvern veginn inn. Það kom bara upp í hendurnar að þér. Það bara þannig. En 2-0 snemma. Deglur aftur fyrir neista og sá fundið eitthvað ekki til þetta sinn. Þægilegt opnunda fyrir Duffy, en já, þetta
Þetta er svona að renna úr þeirra greipum þurfa. Bomba komin. Bjarni á hana. Inn í kompu. Hlýtur að búast við einhverjum hérna í bókdokk. Sko, eitt sem er skemmtilegt er að það eru 2 leiðir til að í rauninni lýsa train á Íslandi. Það er annars vegar að nota popdog og Ivy og kompu og eitthvað. Síðan getur þú líka tekið ást, tvistur, þristur, fjarki, 5. Já. Sem mér finnst mjög skemmtilegt. Lærði þetta á sínum tíma. Minnir að Seven hafi verið að nota þetta alveg slatta. Ivy, ás, kompa, tvistur, þristur, popdog, síðan fjarki, 5 inni að sjálfsögðu fyrir þá. Ég fíla það. Við skulum reyna að nota það. Fólk mun ekki vita hvað við erum að tala um. Mér finnst það samt alveg næs af því að þú getur heimfært besta leið til að kalla á öll möppin en hérna sjáum við hratt take. Það er bara storma hér í gegn Þórsson, hann ætlar að fara í gegn, hann er tekið niður að grenu frá Viktor, tætt með annan Duff, þeir búin að finna eina opnun á Viktor en útisvæði ennþá í höndum Þórs hér. Slæmt sprey og tætt þarna og missir lífið en Robby og Loslak, Robby með góða opnun að það missir samt töluvert að HP. 89 mínus á hann og skilja eftir pressa og Bjarna eftir í 2v2. Bomban hins vegar ekki góðum stað. Nei, núna þurfa Þórsar að passa sig að verði ekki aðeins of graðir hér ef þeir ætla að fara lappi gegnum hennar smók og eitthvað eins og Loslak er að búast við hérna. Gæti þeir lent í vesinni. Þeir ætti nú að vita að þeir hafi tekið Robba niður lágt og pressin fyrir hérna klírar. Hann finnur Loslak og þá er bara 8 HP sem að skilur Þór frá sigrinum í þessari lotu. Robby sensi. Hann gæti lent á tímasetningu en þetta eru 2 erfið skot sem hann þarf að taka hérna með 11 HP. Með 11 HP og hann þarf að finna tímasetningu líka. Hann finnur það ágætlega en ekki nógu vel. Bjarni klárar þetta hér. Þór komnir í 4-0. Og peningurinn hjá Þór, sjá þetta, þeir eru ekki búin að missa marga. Það er 10-2, 9-4. Erum við ennþá að kalla þetta EHF-gatið? Já, EHF-gatið. Það er ekki ennþá búið að loka því. Það er ekki ennþá búið að loka því. Það verður opið þangtali við önum. Þú fara, ef að byrja pólitíkina, það var þingsetning í dag, Tommy. Það var þungar fréttir í pólitíkinni. All around. Já, en hver fannst þér best klæddi þingmaður? Það er spurningin, sko. Svona orðið eins og Óskarsverðlaunin, þingsetning, sko. Stjáni, þetta hefla satt sem áður. Bara ekkert eðlilega vel. Þetta er einhvern veginn stórblindar á það því að þeir droppa akkurat niður þegar þetta springur þarna fyrir utan fjarkan. Þetta var eis. Nei. Nei, það var Vappi í 5 minni sem náði Pressi tók einum. Ó, Pressi! Herri, ég ætla samt að henda sko aftur shoutout á overlayið. Mér finnst sko bara Ísland getur státað sig af henni flottasta overlayið í competitive Counter-Strike. Ég getur líka bara, þú veist svona, fyrir þá sem að hafa ekki tekið eftir. Þetta er í ljósleira litunum sko. Þetta er fjólublátt yfir í blátt sko. Þetta er response activation í sjálfu sér. Já, þegar bara við feysið þegar að koma hérna að spyrja um tips eftir smá sko. En, já, 5-5, kaup á móti kaupi. Þórsson kom með Vappan í hendunar. Já, Neisti. Neista. Þetta finnst mér áhugavert. Loslak, byssan, þú veist, þeir eru búin að breyta þarna, hvað heitir það? Þegar þú breytir hvar byssan er staðsett. Hvað, ertu að tala um, þú veist, á skjánum? Já. Já. Man ekki hvað það heitir. Ekki heldur, en ég veit hvað þú ert að tala um. Það trendaða Big og Sera minni með eitthvað svoleiðis. Alveg. Ekki einhverjir sem spila með þetta Doom-stæl alveg í miðjunni. Já. Jay Walker gerir það. En það verðist alltaf að vera hérna út Viltin. Það eru þeir að kanna þar en Viktor hann bara straujar á niður hérna 2. Hvað, Viktor bara pikkaði upp Vappan, tók 2 og droppaði hann síðan? Já, hann var ekkert að flækja þetta. Gótt. Vappin yfir. 11-1 hérna hjá Viktor eftir 6 lotur. 8-0 á pressa. Það hefur ekki verið mikil mótspilna. Nei, það hefur ekki verið mikil mótspilna.
Minnst líklegt reyndar að Neisti hafi pikkað þetta fyrst þeir byrja í terr og það er ekki góð sviti. Nei, og Pressi hérna, hann ætlar ekki að stoppa sig, hleypir í píkið í fimmunni, finnur samt engan þarna. Borsa fyrir hann með 53 HP. Það er allavega jákvætt upphafstreit hérna fyrir Neista. Flotgreina hérna gerir engan skaða samt sem áður. En Lost Luck kominn ansi nálægt tætt hérna sem situr fyrir utan Popdog. Viktor er með línuna til þess að taka fætinn samt sem áður. Lost Luck þarf að búast við honum hérna upp á e-box. Skuggan hana á Viktor nær að droppa halda hans í einn tæti staurblindur Viktor nær einungis einum en þarna er backupið komið frá Pressa en ná ekki treitinu þarna Bjarni í góðri stöðu núna gæti laumi púkast hérna í bakið og allavega batta nema Þórsson með stórt galkill hérna skilur Stjána gula vita hann inn í leikmaðurinn. Vita einum og einn molla. Og þeir gera þetta frábælega. Doppelpíka þarna og krækja í fyrsta rándið sitt. Veistu, ég ætla bara að segja, þetta var bara vel spilað ránd hjá Neista. Þeir treytuðu sig vel þarna út að eina var að Baddi var aðeins of seinna að pressa framhjá e-box þarna í treytið í connector á móti vappanum en ef hann hefði verið til staðar í treytið þar þá hefði þetta bara verið svona nokkurn veginn flawless að keyra á þá úti í teikinu. Þeir ná samt treytinu aðeins seinna þannig að það kemur ekki að sök en bara heilt yfir, mjög vel spilað þarna hjá Neista og sína það að þeir geti allavega executað úti hérna á móti þessu Þórsliði þrátt fyrir að vera 6-1 undir og þá er alltaf spurning með klefan. Hvernig klefin eitt sem að liðin hjá Duffy hafa verið mjög góði með til dæmis í Anubis þetta flass hitti það. Já, það hlýtur að vera tætt flassaði smá. Það er að bakka með 2K og pingulítið HP en þetta ránd í rauninni bara strax í byrjun búið að renna algjörlega út hérna fyrir Neista. Já, Þóra gera vel myndi ég segja. Það er svo auðvelt af því að þú ert með svo þægilega sjónlínur í trein. Þú getur haldið á svo ýmsum stöðum og einhvern veginn hort inn í main, inn í kompuna og getur hort inn í Popdog og allt það. En þeir svara þessu taprándi bara með því að fara í rauninni besta vörnin er góð sókn. Það er það sem ég gera hér. En Pressi heldur áfram að bæta í, vita núna þeir eru hérna fyrir utan Ivy, leggar, Badda. Vita báðum í þokkabót. Þeir eru búin að eiga tvistinn allan tíman. Pressi ennþá með línu og Þórsson fellur og Pressi með 3K þarna á Ivy. Þeir hefðu getað sportna gegn þessu bara einfallega með að vera að læna þeir upp þarna, einn upp á gáminum og einn á gólfinu en já, það er gott að vera vítur eftir á, það er bara þannig. Já, þeir reyndu. Þeir reyndu. 1916 stendur þarna á City-bónunu. Það er spurning hvort að þessi lestarstöð sé frá 1916 í Sovétríkinum. Gamla lestir, ryðgaðar og flottar. Lestirnar eru líka frá 1916. Það er ekki búið að hreyfa neitt á því síðan þá. Tætt hérna fylgist með kompunni Stjáni Gulli til fyrir smá skaða þarna í fjarkanum. Eitt ykluskot í síðuna. Er það ekki bara að fara að fella þig? Jú, ég held að svona meðal maðurinn sé ekkert að fara að rölta af því að fá eira. Já, ég tók bara eitt ykkurskot í nýrað en hérna frábært skotsamt hjá Robba þarna Bjarni feldur og The Lost Luck var það ekki hann sem tók þarna líka einn? Nei, hann var Robbi og Þórsson. Þórsson, já, Þórsson. Og Duffy búinn að finna líka. 4 á 2 hér og þá kemur aggressjónið frá Stjána Gula. Það borgar sig ekki. Robbi finnur hann og rándið komið svona nokkuð örugglega í hendurnar á Neista eða hvað? Tætt. Gamla sleggjan. Risastórt klött sem hann reynir hérna og tekkan fellur á fyrsta leikmanni. Annað rándið fyrir Neista. Og svona hægt og rólega eru þeir að
ná nokkur randum hér og þar. Þið með fremstafbóni í baddaðna? Gæti rössað út rauðlistina og náð einhverju. Mér sýnist að þeir ætla að gera það með það að vera að stilla upp í spawn smoke hér sem ætla að lenda úti. En hvað horfið þú á? Já, 3 smokar fara út, þetta ætlar að vera eitthvað hratt. Og þeir lenda hérna allir, þeir vita að það er ekki mikið glufur. Þessi molli gæti hægt á þeim að einhverju leyti. Viktor hér, hann er í stíganum og þeir fara undir hann og Viktor er komin upp. Hann mollar, batta niður, búinn að finna annan. Og þetta úti röst ekki að virka vel eins og komið er. Bjarni, hann er komin í bakið á Lost Luck þarna. Og það var að fara að tappa einn eftir. Frábært counter til þarna, bara beint í kompuna. Og eins og þú sagðir, Viktor náður að molla einn. Það komu grensur þarna út og ég veit ekki hvað og hvað. Það er erfitt að rössa þarna út. Allir saman en þú getur sendt einn á undan í úttilinu sem tankar smá skaða og nýttir þess að smóka. En þetta var ekki alveg í spilinu fyrir þá. Það er erfitt að fara upp á móti þessu jútili. Þetta er spawn smoke. Þetta er geggjaður smoke. Það lendir bara, hvað? Kom. Yes. Þessi vel gert, Stjáni Guli hérna, hann er akkirið inni, standa sína vart vel. Vilt sprey en Viktor í hjálpinni, komið 2 Stjáni með 1 inni. Og þetta er bara kollaps á Breiðholti þarna og Þórsson og Batti 1, 2 eftir. Þetta var svona þvottaklemma. Já. Klipuð á þarna í sundur. Hann staurblindur hittir þarna í tæk sem missir töluvert af HP. En þeir eru á bakfótunum núna Batti reyna að komast þarna framhjá. Hvernig sér maðurinn eitthvað? Já, góð spurning. Það er enginn að segja mér að hann sé ekki bara búinn að taka upp sjálfan sig með þessa grímu á einhverju lúppu og er bara að fýta okkur vittlausu vídeó. Hann er pott að gera það. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Hvað er alveg bare minimum sem þú myndir vilja sjá hérna á TH-hálfleiknum? Mér finnst einhvern veginn sérstaklega, já, er það ekki? 4. Mér finnst sérstaklega á móti liði sem er betra á pappír að þá er CT bara mjög erfitt að díla við á train af því að þetta er svo heavy hérna að þú verður að treyta, þú verður einhvern veginn að geta búist almennilega við því, þú ert svolítið að geta tekið annarkvort inni eða úti með ákveðnu poweri. Það er ekki mjög mikið eitthvað svona, já, spilum þetta bara rólega strákar og finnum einhver picks. Þetta er bara annarkvort eru executiðin að hitta eða ekki. Algjörlega. Og þau hafa ekki verið að hitta því miður fyrir næsta það sem af er fyrir hálfleik en spurning hvort þeir geti klórað í bakkan hér og fundið 3. lótuna haldið Þór frá 2 stafa tölunum. Já, 2 stafa talan er nefnilega mjög sálræn geggjuð grensaðna. Hætt liggur í valnum. Fylgjast með í senasta rándunni þessi á ekki grensu. Þessi heldur að sé að vera að mollan eða grensan kemur sér frá nær samt frakki þarna. Duffey liggur og þá er þeir 4-4. Svo 1 HP. Hann á 1 HP. Þetta er svona mómentið þar sem að þú bara mátt ekki leyfa þeim að fá felluna. Viktor hér, hann er á frábæri stöðu, hann er í kompuna, en hann klikkar! Hvað var þetta? Lost Luck þarna á móti Viktor, Þórisson fylgir þessu eftir og það eru 2 á 3 hér og bomban virðist alltaf að fara niður í annað skiptið í þessum hálfleik. Vita núna af Stjána kemur svo sem engum á óvart að hann sé að koma annarkvort í gennum rauða eða í gennum sítikompu. Pressi 1 HP. 1 HP. 3. rándið er nánast í höfnum að Pressi sé að fara að keyra í 4K. Ef hann hendur í 4K á einu lífi að þá er það bara ólöglegt á ekki að fá að gerast. Ég held að bomban sé ekki, jú, hún er plöntuð. Já, hún er plöntuð fyrir þá. Fyrir þá, já. Hann sá hann! Sá hann, æjæjæj. Nei! Hvað er að gera? Hvað er að horfa á? Þetta má ekki Þetta er gera. ólöglegt! Þeir hefðu geta bara beðið! Tommy! Þvílík highlight og pressa til þess að byrja tímabilið! Þvílík vonbrigði fyrir Nista. Hvað voru þeir að gera? Þeir verða að spila betur út úr svona situations.
Ég var búinn að gefa þetta á bátinn, hann bara, þú veist, hann droppar hann niður, ég hugsa, ok, hann tók ekki vappaskotið, hann hefði mögulega átt séns ef hann hefði bara vappað hann hana og tekið angle advantageið, en nei, 5-7. Ég get svo svarið. Wow! Pressi með, næstu því instasmokkarna út í gatið og 2 flush og út flæðaðir 4. Þeir eiga bara úti. Eiga úti. Robby, hann búinn að opna reikningin. Robby með 2. En yfirdráttur hér. En beir tilbaka og hann situr í aftur um þau 3. Akkur núna Batti. Fyrsti þetta fragg. Stjáni nær að halda lífi. Fær hann hjálp? Nei, Lost Luck nær 1 áður en að Viktor klárar dæmið og það er 11-2. Já, bara of margir eftir þarna til þess að veita hjálpina. Þú ert vissulega með margar kúlur í dúllunum en þú þarft að láta þær hitta. Getur ekki klárað þér í einum fætt. Það er bara þannig. Ef þú lendir í því að klára alla kúluna þínar í einhverjum fætt, sérstaklega út í svæðin í train þegar allt liðið búið að exaka þar og það er ekki byrjað að skjóta það í bakið og það er bara eitthvað að. Það er bara diskur eftir allir í hinu liðið. Já, það er bara eitthvað connection issue, sko. En frábær molli og gott stönd þarna. Batti reynir að láta 5-7 virka í hináttina, það gengur ekki, en Þórsson, hann er búinn að finna 2. En það er Viktor og Bjarni sem að svara þarna og það er 3-2 hér fyrir Þór. Lost Luck jafnar í liðum. Pressi. Lost Luck komið AK í hendurnar. Þetta pressa. Bónsson á plats. Kýsa nota það ekki. Bjarni, 1 eftir. Nær fyrsta, takkaðu vel niður, skiptir AK-in. Hinn er í kompunni, ætti ekki að heyra í honum fyrir en eftir skamma stund, en hann er ekki samfærið, hann hafi rótið þetta inn alveg eins og Daffey núna veit af því. Grensan lætur vita, þetta er ekki kóðstundi, Bjarni á ekki að vinna en að fætt, hvað er að gerast? Algjört að sjálfsögðu sér ekki hápið en hann verður að hitta einu skoti þarna. Bjarni var samfærður að hann væri að koma út úr kompu, næra justa og ná frakkinu. Þetta eru 2 ránd í röð sem að Þór átti ekkert erindi að vinna. Það er bara þannig. Já. Nei, ekki 2 ránd í röð, sorry. Það eru 2 ránd af 3 sem að þeir áttu ekkert erindi í að vinna en einhvern veginn þá grípa þeir þetta. Lost Luck, hann er mættur, en þeir eru 3 á honum og Lost Luck fellur. Daffey hér að reyna að koma með pressuna í bak, Batti, hann er fallinn líka. Þetta gæti verið síðasta lotan hér. Tætt búinn að finna sinn mann og það er bara Þórsson og Robby hér. Leiðrétting, það er bara Robby. Bara Robby og Robby fellur og það er 1-0, 13-2 fyrir Þór og já, ríkjandi deildar og stórmeistarar byrja á allavega einni sprengjusýningu hérna í fyrsta mappinu sínu. Teljum við kjarna, teljum við lið, því að náttúrulega það er enginn í Þórsliðinu sem að sigra þið. Teljum lið, allan daginn. Ég meina að þú veist, það er bara þannig, bara orgið er með titilinn, það er þeirra að verjan, sama hvernig þú endurnýjar lið á milli tímabila, að þá bara, þetta er það sem ég er að segja, veist, ef að Þór koma núna út eftir að hafa sko mist allan rostinni sinn eitthvað annað og þeir skora á titilinn, að þá bara verðum við að viðurkenna að það er búið að byggja upp einhvers konar infrastruktúr, einhvers konar innviði, einhvers konar umgjörð, einhvers konar kerfi í kringum það hvernig er haldið utan leikmenn hjá Þór sem að fáir aðrir geta sagt eiga á landinu. Ég vona að það sé keysið, því að það væri náttúrulega bara geggjað að vera með, þú veist, bara íþróttafélag á Akureyri sem er alltaf farið að unga út hérna í einhverjum Íslandsmeistara liðum með nýjum rostir ár eftir ár. Já. En byrja vel þessu Þórsara og já, við verðum svona að tala örlítið næsta. Sko, þetta átti ekki að líta svona illa út, sérstaklega í ljósið þess að þeir voru með 2 ránd alveg í höndunum. Það er allavega, ég var að segja 13-4, 13-2 er rosaleg brekka. Já, þú veist, 13, ég myndi segja að þetta hefði átt að fara sennilega 13-5. 13-5, 13-6. Já. Því ef þeir vinna þetta ránd hérna
þar sem að þeir eru í rauninni á pistlum á móti Forsinu í rándi 2 þá setja þeir peningin í smá vesen hinum megin, ætti að geta tekið follow-up rándið og svo eiga þeir alveg að eiga inni, þú veist, 1 kaupránd sem þeir vinna, sérstaklega á sér til hliðinni, þú veist. Held ég að þeir hefðu unnið það, ekkert víst, Þórsar voru að spila vel og þeir voru bara að sýna hvað í þeim býr, en hérna, ég hefði séð þetta 13-5 ef að þessi 2 ránd, í það minnsta, ef að þessi 2 ránd falla og bara, þú veist, þetta er ólöglegt þetta 5-7 play. Það er bara bannað. Þú veist, svona á ekki að gerast. Ég held að ég hafi ekki séð sko svona 5-7 play síðan sko Midgard tók einhverja 4 í Palace á Mirage fyrir svona 4 árum eða eitthvað. Þetta var bara svona, þú veist, þessi byssa, hún er einhvern veginn sko, kúlurnar fara aldrei að sem hún vilt að þeir fari nema í, þú veist, 1 af hverjum 100 playum og þá einhvern veginn bara getur miðað, já, þú getur bara miðað upp í loft og það fer allt í haus, þú veist, það meikar engan sens, en algjörlega ólulegt highlight þarna og svo náttúrulega bara neisti gefa þeim þetta round Bjarni á, þú veist, einhverja 8 HP og jú, þú veist, með MP9 og lungur range, en þú veist, þú hlýtur að geta sett 1 kúlu á targetið. Já, það er bara 100% sammála. Við erum hins vegar að fara yfir í Overpass, en áður þá ætlum við að kíkja á nokkra stuttar klippur sem að ég var að taka upp á vídeómyndavélinni hjá mömmu. Sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Já, hann kerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að ganga. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Velkomin aftur, það var heldur betur tekið neista og veltin. Það var slökkt eldin, það er engin eldmóður eftir, Þór situr einn eftir sem sigurvegari Train, en við erum að fara í Ópass. Þú var spenntur fyrir Ópass. Já, það er spurning hvort að þessi neysli verða báli í Ópass eða ekki. Nei, þú veist, ég bara sko,
ástæðan fyrir ég spenntið fyrir Overpass, ég elskaði Anubis líka, ég hefði viljað sjá, þú veist, Overpass koma inn í staðan fyrir bara, þú veist, Dust 2 eða eitthvað, ég er ekki, eða Inferno, nei, Inferno er úti, eða ekki? Jú. Nei, er Inferno ekki úti? Nei, það inni. Já, út með Inferno, kom, skilur. Ég væri til í það. Bara þreyttur á því. Mér finnst gaman að fá Overpass aftur inn. Þetta var eitt af þessum möppum, þú veist, mappið er mjög stórt, það er mjög mikið svona, þú veist, þú getur svona stageað sóknir, skilur þú veist, þetta er miklu þrepaskiptara mapp, finnst mér, heldur en mjög margt annað. Þetta er svona eitt af þessum möppum sem að, þú veist, þú getur eiginlega ekki tekið rush, af því að þá ert alltaf strauðað niður, en ef þú ætlar að gera eitthvað, þá þarftu svolítið að hugsa, sko, skref 1, ná hérna, þú veist, fountain og miðjunni, skilur þú veist, skref 2, ná connector, skref 3, ná shortvatni, skilur þú veist, monster, eitthvað, skref 4, setja upp í eitthvað execute, skref 5, farin á site, sem er mjög ólíkt því sem við sjáum í train, þar sem þú ert svolítið með bara eitthvað, skref 1, hlaupum út main, skref 2, Vona, já, þú veist, eða skref 1, allir út fjarkan, þú veist, þetta er svona, þú skilur hvað ég við. Já. Og þetta er bara svona mapp sem mér fannst alltaf svona koma með ákveðna svona strategíska dýpt inn í púlið. Mér fannst lið sem að undirbyggu sig mjög vel, standa sig mjög vel í Overpass almennt séð. Þannig að ég er búin að sakna þess hérna að horfa á Overpass. Ég veit að það er ekkert allir sem eru sammálaði, þetta spilast ofta aðeins hægar og rándinu aðeins lengri og svona. En þetta er bara svona element sem að mér hefur svolítið fundist vanta og meiri segja, þú veist, ef þú hugsar Anubis, Anubis var með svo ógeðslega mikið af þessum svona stuttu time to fight momentum, allt í einu rándi orðið svolítið lopsided, það gat alveg skilað sér í skemmtilegum upsets og skemmtilegum hérna niðurstöðum, þar sem maður allt í einu að horfa á kannski 4-2 og þeir völdu rétt sæt og sneikuðu sér upp turbo og þú veist, eitthvað svona geggjað, en þetta er bara svona, já, akkurat auðvitað það sem við sáum í train og ég er spenntur fyrir því og þú veist, I'm here for it og ég horfi á, þú veist, liðin hérna og ég hugsa að þetta er allt gamal reyndi lið hérna, það er allir búin að spila nóg á CS, þeir ætti alveg að geta preppað eins Overpass og ég held að við fáum góða Overpass líka. Þetta er líka leikinn sem fór oftast í framleikingu. Já, eitt sem ég langar svona að minnast á, fyrst þegar við höfum tíma til að drepa áður en að leikurinn byrjar í Overpass, þá náttúrulega mappi kemur út í kringum minni með 2013-14 og þetta verður strax bara hugely CT favored map sem að náttúrulega lítur alls ekki út eins og við verðum að fara að horfa á hérna og því var breytt og aðeins opnað upp. Síðan þegar það fer að líða eins á þá er mappið bara heldur áfram inn í CS2 og síðan er það tekið út, en nákvæmlega eins og þú veist að tala þessi staging area, svo þetta er mjög einstakt fyrir Overpass og því að staging area er bæði á B og A sætinu og þú veist með fountainið til að ná closetunum og fjarkanum á því og síðan ertu með shortvatnið og það sem þú þarft að ná og minnst miklu meira ef við berum bara saman epli og appelsínur Anubis versus Overpass, það er rosalega miklu meiri sem að CT-ing getur gert til að ná mapkontrolli early og haldið því heldur en í Anubis sem að gera leikinn örlítið dýnamískari bara upp á að horfa á og út af því að við vorum að horfa á terma bara algjörlega í Anubis og síðan erum við komin aðeins meira á CT svona vagnin hérna í Overpass og ég er mjög hrifinn af þessu. Við báðir komum úr bara CS þegar hann var CT-sætið og mér finnst einhvern veginn í svona essensinu af Counter-Strike þá finnst mér skipta mjög miklu máli að við séum að horfa á CT-sætið meta og við erum búin að sjá Valve líka gegnum svona senustu mánuði vera að reyna að ýta leiknum hægt og rólega að fara í áttina. Já, ég held að það sé örugglega líka bara út af því að leikurinn er skemmtilegri þannig, þú veist, það býr til meira svona come from behind moment, skilur við, þú byrjar T-side og nær einhverjum rándum og svo vinnur fleiri á CT-hliðinni. En við erum komin í leik og núna fáum við að sjá hvort að það sé eitthvað sem raungerist hér í þessum leikum 2 milli Þór og Neista. Daffey, hann er mættur að skora á þá hér á Fountain. Hljópsandi burtu helviti fljótt, bara infoplay hjá Daffey og Stjáni er á hlið. Þetta er líka, sko, þú veist, eins og segir. Þarna er svo mikið frelsi, Stjáni hann er á hlið. Þetta er ekki myndaðurinn sem snýr villur, hann spila bara svona. En það kemur smá kistla hérna inn á A-sæti, þeir voru búin að vinna sig inn, Fountain og Toilet, Stjáni Guli, hann opnar reikningin hér fyrir Þórsarana.
Smókin heldur þeim úti. Robby, hann að reyna að kíkja upp hjá Þunni en finnur ekkert enn sem komið Þórsson samt í hliðina. Hálsbreytt frá númer 2. 3-4. Robby þarf að hitta skotum hérna. Viktor fyrri til. Matti. Falli skot þarna. Uspan á ofargeitinni. 1-1. Tætt. Hann ekki að fara að spila þetta vitlaust. Reynslu boltinn sjálfur, verð búinn að tigulpíka. Hann með kittan lost luck, hann lár hins vegar. Þetta ekki skotunum. Þetta svo... já, Tætt, hann spilaði bara Matrix vel hann og hélt alltaf pressunni nógu mikið til þess að það væri aldrei þægilegt að deffa þarna hjá lost luck. En... ég ætla að víkja bara aftur á búturum hana. Já. Því að sko, þú veist, eins og þarna, neisti challengeið á framalega, en svo geta þeir valið, þú veist, bökkum við og stökkum einhverstaðar annar staðar, skilur við, eða ætlum við að reyna að halda þessum part. Og þetta sko dýnamík sem ég er búin að sakna rosalega mikið úr Overpass. Já. Þú veist, að svona CT geta gert svo mikið, bæði með því að taka map control, en líka með því að skilja það eftir. En við sjáum núna hérna all-classic Monster Rush. Og það virkar ágætlega nema Robby og Batti svara þarna fyrir sig og það eru 2 fallnir, 3-2 núna, Þórsurum í vil, 2-2, Lost Luck, hann bara að finna einn þarna, kemur í bakið henni gegnum Monster, Viktor samt búinn að finna Daffi og þeir ákveða að planta ekki niðri heldur uppi, sem líka annað skemmtilegt svona element við þetta, hversu það stuttir á milli A og B-sæti. Já. Þetta er mjög complete map og ég hef í gennum tíðina verið mjög mikill talsmaður þess að vera pingu hatar á þetta map en stundum vísan bara nákvæmlega eins og hún sögð. Þú kannt að elska þegar þú hefur mist. Já. Mér finnst það svona flott skota þegar Viktori finnst það fara... Inter 3 það? Já, það sýnist það. Já, kannski fá hann allavega. En veist, Cash líka verið svolítið svipað. Já. Þú veist, að ná Sunroom og þar fyrir utan, skilur við, þú veist, að ná stóra húsinu eða kortjartinu, skilur við, þú veist, þetta er bara búið að sakna þess að hvorki búið að vera Cash né Overpass í langa tíma, þú veist. Já. Cash náttúrulega í aðeins lengri tíma heldur en Overpass, það var í rauninni bara tekið út stemma í CS2, þessi smókur feilaði. Þetta einmitt önnur meta sem að kom í CSGO. Það var mollinn og síðan smókurinn ofan í. Já. Ofan í stígan, terstjan. Sem breytti mappinu alveg töluverð. Herra þú veist að eyða smók til að extinguisa mollan eða incendiary sprengjuna frá CT-num og láta þá vita af sér. Síðan var heilt meta í kringu það að kasta því frá spóni og rösta síðan B og ég veit ekki hvað. Þetta var skemmtilegt, en Þórsson hér ætla að sjá Bjarna, gerir það einhver nægan skaða þarna, finnur ekki felluna samt sem aður. Hérna lifið með 8 HP. Sjáum hreyfinguna, Bjarni fallinn, sjáum hreyfinguna á Þórsurum, þeir ætla að halda áfram að herja á klósettin hérna, sýnist mér. Það er ekki ennþá búin að spotta, ætti að sjá einhvern þegar pressi hoppar, nema Viktor finnan þarna. Hann veit ekki að hann er komin í gegn, en Þórsson risastór 2 frökk og honum leysir alla pressuna. Viktor aldrei að fá að taka þátt í playinu og allt í einu einn. Þrátt að vera langfremsti leikmaður hjá Þór, þá fékk hann aldrei neitt séns á því að búa eitthvað til með þessari framilegu stöðu. Nei, þetta var mjög áhugavert. Þeir voru of lengi í starttólun. Já. Það vantaði Go. Það vantaði góið. Vantaði CS-góið. Já. Bjarni að velta vingum sínum yfir hvernig hann getur búið til næsta play. En það er Tech9 og Glokkur sem að slíta hér. Molli fyrir Monster en þeir æða út shortið. Það bara í gegnum Mollan, Tætt þarna fremstur í flokki, hann heldur bara á Glokkur. Það kemur annar Molli á short.
þá að kert upp í gegnum Konna. Mjög klassískt play hérna á Overwatch, taka smá svona snák, smá orminn og Þórsson að heyra þetta núna, getur hann fundið Bjarna, gerir það ekki, Bjarni, hann er búinn að finna opnun hér, komið með M4 í hendurnar. Daffey, hann heitir með grenu. Gæti, já, núga einhverju, smókin hins vegar fyrir rustagáminn, opna núna fyrir bankan í stað þess og Bjarni að taka fæti á Daffey, en Daffey fyrir til, opnar fraggreikningin á honum, komið 2 nú þegar, bomba niður, en geta þeir fengið meira Stjáni og Pressi fyrir, já, allavega 1, en þá er að komið, það er jaft hérna, jaft í Nisti versus Þór. Já, Nisti svarar vel fyrir sig hérna á Overpass. Ekki eins sannfærandi byrjun í þetta skipti, þráttur þetta sé pikkið frá Þór. Þannig að spurning hvort að næsta menn þurftu bara að skjóta sig hans í gang. En Deffið komið, planti fór niður, það þýðir ágættis kaup hérna á hliðinni hjá Þór núna. Nánast full jú til. Fáum við Vappan in play líka, spurning hvað er ætla að nýta hann Overpass, eitt af þessum frábærum möppum, þar sem þú getur algjörlega mistið á Vappanum. Já, þetta er Vappa paradís. Já. Það var gamla Train og Overpass, nú er það bara eiginlega Overpass. Þetta er svo skemmtilegt á Vappa, en þú getur farið með hann hvert sem er og svo getur þú hreyft þig og svo getur þú farið með hann aftur. Það er algjörlega geggjað, The Lost Luck, sjáðu þið þarna, hann er komið framalega, hann er í shortvatninu, hann er inn í köpíinu. Ef þeir reyna að læðast þarna út, þá er hann tilbúinn að grípa þá. En hægt og rólega þá ætlar að taka hérna yfir Bloons, síðan 5-una og hérna kemur smókur fyrir fjarkaklósitinn. Það sem þið standa núna er 5. Já. Bara kvöldum þetta 5. Allir með á nótunum. Þeim grunar ekki Gwend samt að Daffey sé hérna eða Robby komið tætt. Þetta er stór opnun það fyrir Nista. Flastið er bara einfallega ekki gott en það kemur ekki að sök. Pressi finnur fraggið og þá eiga þeir framalega stöðu að A-sætinu. Þó svona þess að komi Vappan framalega og getur fundið opnanir hér. Fellur Viktor með púkast hérna nær og spottar hérna Vappan. Grensan klikkar, skotið klikkar og opnar fyrir flóðgáttina. Batti nær þetta fyrsta, slætar í næsta en Pressi kemst inn á sætnar að smóka og volla. 3-2 hérna, núna þarf Robby bara svolítið að lappa í gegnum þetta Lost Luck. Ég er hérna að pressa yfir smókin og Robby með Stjána gula. Retakið er on, þeir veit ekki hvar Bjarni er og Bjarni er á frábærum stað hér. Spurning hvort að Robby búist við honum, hann alltaf misti af banka, þannig að það er alveg ekki ólíklegt að Bjarni sé þarna, vita á hann núna hjá Rössunni. Reynir að koma mollanum þarna og þá ætti þetta að komast full def hérna frá Lost Luck. Það er ekki tími fyrir Bjarna til þess að komast í þetta. Það var betri stöðu þarna. Mollin. Þetta er þessi eilífi skákleikur í klötsinu sem að Lost Luck bara sigraði þarna. Bjarni bara einfallega hafði ekki HP til að æða hann í gegn og varð að bara reikna með því að hann myndi ekki stikka. En gera það hins vegar frábært flank í gegnum tengi hins vegar. Þetta vinnur rándið algjörlega. Já, og þú veist, og þetta er líka á bakinu af aggressífu póstunni sem hann tekur þarna snemma. Ákvörðunin að ekki gefa shortið eða jump spotta shortið eða eitthvað svoleiðis, að það leiðir til þess að hann næri að taka þetta play og opna reikningin hérna núna en Bjarni svarar. Spurning hvort það nái M4-unum. Já, gera það. Lost Luck skilur hann eftir. Bjarni er að leita einhverju þessi veggi sem ættir að kíkja yfir líka og Batti gerir það. Einmitt það. Þetta Batti hefur náðum. Hvaða náðum? Hann var yfir, hann stóð upp á og af því að Bjarni stóð upp á reilinu þá náði hann að kíkja þarna yfir og núna kemur hústið tilbaka. Viktor hér er að styrta þættáka en Þórsson, hann er búinn að búast við þessu. Bústommi, skilur við, þú veist, öll þessi play. Búinn að sakna þess. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Þórsson með Viktor í gegn og þá er Pressi einn eftir. Situr á deglu, kom með bombuna
nær í AK. Það langt í land og hann druknar á leiðinni og þar með Neisti komnir vel yfir. Það 4-2. Skulum satt minna áhorfendur á það að þetta CT-sided map. Við erum að tala svipað á Train. 8-4 bara ágætis niðurstaða. Já, Þórsarar þurfa samt að fara að finna þú þurfa að fara að finna fleiri tækifæri. Það var algjörlega billust. Já. Algjörlega. Þarna var Neisti algjörlega með puttan á púlsinum, vissu hvar við erum niður komnir. Sáum við ekki með mikið á milli handana. Aftur smókur að feila hjá Neista. Þetta komast þeir hratt út í miðjuna, þeir eru búinir að ná Pappi, komnir inn í klóstinn Daffi, samt hann heyrir þetta allt saman, hann svo framalega inn í konna, hann að fara að labba í bakið á þeim öllum. Og hann finnur ekki annan, allavega ekki ennþá, Það Bjarni Bellur þar en Viktor nær loksins að svara en skaðinn skeður, þeir eru 4 á 1 hér hjá Þór akkurat núna. Tætt að jafna örlítið metin en það ekki meira. 5-2 og það kominn skriðþungi hjá Neista. Já, Neisti bara verða einhvern veginn að ná að halda áfram að fá að leika lausum hala hérna í Connector. Þórsarar á hinbóginn þurfa bara að loka konna. Þeir þurfa bara að fara að senda eitthvað niður í konna til að halda þar akkurat núna ef þeir ætla að eiga einhvern séns. Þeir geta ekki lengur verið að spila eitthvað 3-2 split eða 4-1 split. Þeir verða bara að fara í 2-1-2 default og reyna að pikka Neista í einhverjum af þessum aggressívu playum annarkvort inn í shortvatn eða inn í Connector. Þeir eiga bara að senda lurkerinn sinni langa í staðinn fyrir utan bíðið. Bara senda lurkerinn í tengi eða ætla að vera með eitthvað deathball á A-inu eða B-inu. Já, gera það núna, með 2 menn í tengi pressi að leita einhverju og þá eru Neisti búinir að gera viðandi breytingar og senda ekkert aggressíft það. Dýnamisk breyting hérna á mönnum Daffi með M4-in inn á klósitum. Þetta kunnuleg staða, útilið komið út en þetta var ekki það sem að Daffi vildi. Vappin kemur á fyrsta skotinu, hendur hann að grensu frá sér en þarf að bakka í kjölfarið á því með lænan upp Molla. Pressi með Optimus plant en þarf að höra frá því og fara í gamla defaultið. Viktor, hann sér við þessu flanki frá Lost Luck, hann bara komast upp með þetta oft. Verða að tímasetta utilið sitt rétt. Pressi með 1 stykki Molla, 2 Mollar inn í banka, Þórsson fer ekki neitt. Nei, Badda ekki með kit og geti verið að þeir sé að hverfa frá þessu. Getur bara verið spar, virkilega vel gert þarna. Sjáum það að þegar Þórsarar ná að loka konunum, missa ekki Lost Luckarna í bakið og þá náðu þeir að konverta rándinu yfir í sigur. Vappin að komast undan og nær með þess að Bjarna á útleið. Núna gæti hins vegar Neisti gert stórmistök og overcompensata á tenginu. Það gæti gert. Það er spurning hvernig skákleik Bjarni ætlar að spila hér. Sjálfsögðu gaman reyndur Ingjum Líter í overpass. Ég væri ógeðslega til í að sjá Neista bara senda 2 niður konum. Akkurat núna. Niður, bara úr. Gegnum toilets og niður. Bara fæta. Viktor kemur allan og Mollar enginn tengi eins og staðan er núna. Stjáni komin í aggressífa stöðu hins vegar á shortin á B. Fær smókin út, Lost Luck bústa þarna yfir, sjá hvort það finna eitthvað. En lítið sem kemur hér með smók og Molla. Góður Molli þarna, tekur Þórsson af línunni, Bjarni finnur líka Daffi. Tekur nægan skaðastand sem áður, Robby á sama tíma, svara með Stjána og öðrum stað á mappinu. Pressi, tekið lágt niður hann í gegnum smókin. Unconfirmed damage, óstaðfestur skaði. En stjórnin hér á miðjunni og konna ennþá í höndum Þórs. Spurningin núna, hvert ætlaði að fara? Kallið virðist vera, við ætlum að fara niður á B-ið að lokum. Viktor með lögsmók, lætur vita af sér þarna. Siklar út skotið, Baddi og þeir eru
tveir að koma í Monster. Robby sér bombuna, sko. Þetta auðvelt 2K, flassið geggjað hins vegar Hand 2K. Spray down hjá Robba og bomban liggur 25 sekundur á klukkunni og þeir rauninni verða að fá Viktor í einhvers konar play og Tide að halda lífi. Batti veit að Viktor hérna býður bara eftir honum. En þarna var það bara þessi óstaðfesti skaði sem að kom þeim svolítið í gegnum þetta ránd. Erfitt að ætla að búast við 2K þarna frá, hvað var það ekki, Batti sem var að halda Monster þarna, eða Robby. Erfitt að búast við 2K þarna ef þeir eru ekki lágir. Hann er störblindur þegar þeir koma, hann skýtur, hann er seinni til að skjóta, en að því það tekur bara eina kúlu til að klára hvort mann, þá endar það vel hérna Neisti 6, Þór 3 og þetta er allt annað lið heldur en við sáum í Train. Já, vissulega, þetta er allt önnur saga hér heldur en Train-sagan. Löngu, þeir eru búin að þrefalda rondin sem þeir fengu í Train. Tide, þannig að kíkja hvort hann finni einhverja opnun á shortinu. Lost Luck í vörninni, en hérna er hann að fara að bakka inn í hann. Já, það er búist ekki eins og við þessu. Nei. Viktor, hann vill ekkert með þetta hafa. Enda einn kominn á shorti til að hjálpa. Eða hvað? Lost Luck hérna 8-4, búin að vera bara lykil maður í þessu liði Neista. Hann er búin að vinna nokkrar lotur. Þórsson hérna með Viktor, Stjáni Guli, síðan Svarar. Daffi, hann er alltaf búinn að vera með vesen hann á klósettinu og það er ekki svona magavesen, hann er bara með stæla. Já. Robby veit af vappanum, veit af AK-unum þá líka og hann getur full rotate komið hérna yfir 35 sekundur eftir á klukkunni og Robby kominn í valdastöðu á A-sætinu. Sjáðu stöðuna á Badda, hann er tilbúinn að það neðst í konna sínum sem þannig að þeir vita að þeir geta ekki rótið það niður. Robby, hann stendur við hliðin og pressa, spurning hvort hann vita að hann ætti að hafa heyrt eitthvað í honum, labbar hérna í fókinn, finnur pressa er fallin og þá er það bara Bjarni, það er 11 sekundur eftir á klukkunni. Bjarni keyrir hérna inn, fellur á móti Lost Luck og Neisti henda sér í 7-3 hér. Virkilega góður leikur hingað til hjá Neista. Já, eins og þú segir, bara miklu betri í overpass heldur en í Train. Já. Það verður bara að segjast. Mér finnst alltaf svo svona skemmtilegt þegar það gerist að sko einhver er straujaður í mappickinu sínu. Já. Og mætir síðan bara til leiks og kemur virkilega óvart í mappickinu hjá andstæðing. Við skulum ekki hverfa frá því samt að það er verið að strauja Þór akkurat núna. Þeir eru ekki búin að sigra ránd í smá tíma. Þeir unnu pistol second round og hafa ekkert verið eitthvað geðveikt góðir síðan þá og þetta er örugglega það jákvæðasta sem við gest í þó nokkur ránd fyrir þá. Já, Þórsson hann aggressífur hefði verið betra ef hann hefði ekki náð fyrsta manninum en þeir droppa vappa og núna er pressi að leita að einhverju hérna. Daffi hendir flassinu, þeir að finna eitthvað nær einum en þessi trade, þau eru svo sem að vinna Þór í vil akkurat núna. Pressi skiptir í bara til varnar 1-1 aftur, 2-2 hérna. Lost Luck, hann heldur áfram að koma inn þegar það skiptir máli fyrir Neista í þessum leik. Spila bara tíman og hittir á Viktor í hoppinu og Viktor ekki sæll með þetta. Bara alls ekki sæll. Hann er vansæll. Það er sko, ég ætla bara að henda í það hérna sko, eftir þennan leik þá er Lost Luck bara svona að gera eitthvað claim það að vera meðal svona top 5 mest pirrandi connectorspilara bara á landinu. Já. Það var alltaf hérna Detonate, þú veist, í hafinu. Hann var alltaf konnin á Mirage og hérna spilaði mikið konnan í overpass ef ég man rétt og það var alltaf ómögulegt að díla við hann sko. Og það bara Lost Luck er svona giving those vibes akkurat núna. Já, góður tengispilari eins og Kláðamur. Erfitt að losna við hann og gíslar höggandi. Þá er það hratt teikina á shortvatninu. Komið með svona góða fótfestu núna, Þórsarar. Núna þarf einhver
af þessum stjörnum í Þórsliðinu að stíga upp og krækja í eitt rándfljóð, bara alveg sjálfur. Já. Ekki verið mikið það hingað til í Overpass, sáum töluvert af því í Train. Ég meina, þú veist, Þór bara búið með 1 skref af 3. Já. Þú veist, þeir virðast vera og komnir úrslega nálægt, en hvað að gerast hinum inn á mappinu? Þú veist, núna gæti Neisti verið búin að taka fántinn og þeir ekki meira stjórna. Og Baddi þarna, opna reikningin, finnur pressa að fela sig á shortinu og þá vita þeir svo sem sennilega að það séu fleiri hér á svæðinu. Robby finnur bara 1 monster og Baddi fyrsta stóranna á shortinu. Og Stjáni Gulli með erfitt spreið þarna og það er 9-3 niðurstaðan í fyrri hálfleik, en ekki öll von úti fyrir Þór. Þetta er gífurlega city-side map, en ég þoli ekki þegar ég þarf að tala um það, en Pistol verður að vinnast hérna fyrir Þórsara. Já, Pistol, og þetta er leikur eins og Vitringurinn sagði eitt sinn, en þvílíkt bara afrek hjá Neista, koma tilbaka eftir 13-2 völdun, bara hvergi smeykir, mæta bara með leikinn að þröskuldunum hjá Þór og setja hérna saman frábæran fyrri hálfleik, geta þeir klárað þetta og siglt þessu heim. Veit ekki hvort að Pressi hafi séð einhvern krossa þarna, en hann sér allan að Duffy aftarlega. Virðist ætla að færa sig eitthvað á skaftið, en þarna þetta flass ekki alveg nógu gott. Stjáni Guli kemur hann til bjargar, Robby samt með Stjána Gula og þá er það á Pressa. Pressi hann er fallinn, Duffy fylgir þessu eftir. Viktor er farinn líka, þeir eru 4-2 og Pistol virðist ætla að fara í áttina Neistan ef að Bjarni getur gert eitthvað klikkað hérna, Tómi. Hann er ekki með smók, hann er ekki með aðstoð, hann er 1 með kit. Gæti verið. Smókin er að feita. Þeir eru ekki alveg vissi. Bjarni fundinn og það er ekki stórt bros á Bjarna akkurat núna. Baki upp í vegginn, lítur allt út fyrir að 3. mapp. Þurfum við að koma hér út. En sko, hérna er líka spurning. Fjallið Þórsarar í þessa grifju. Þeir vinna fyrsta mappið 13-2. Þeir eru að fara inn í sitt map-pick. Urðu þeir kærulausir? Já. Þú veist, fóru þeir í bara, við erum að horfa allt yfir þessa gæja. Þú veist, það er hinn parturinn af því þegar Klefi fyrr. Hann getur farið í pirring og allt það, en hann getur líka farið í kærulaus. Út frá kærulausinni þá kemur aðeins öðruvísi pirringur, sko. Þegar þú byrjar að kasta leiknum frá þér, best á 3, þar að segja, klosslökk á P90, buggandi byssa, sko. En það eru 3-5-7 hérna á liði Þórs og séð hvað Pressi getur gert með hana í höndunum. En það fyrsta, lætur vita af sér, þetta hraðar pussinu inn á A-sætið, Pressi nær að halda lífi í þokkabót. Það verður að reyna einhver vörn hérna bakvið, taka lostlökk, vel niður, þarna Bjarni finnur annað fragg og þá voruð 2 búið að blokka út 5-una. Þá verður þær að reiða sig heldur betur á Þórsson. Hann er búinn að bjarga bombunni, en Pressi, hann er með pressuna hér í bak. Lappar upp konna, leitar að einhverjum, hér hann fellur. Þeir ættu þó að vita að það er opið fyrir þá að koma sér niður, en Bjarni hér setur smá skaða á Þórsson. Grensan er góð. Frábær. En Bjarni heldur lífi. Þeir verður ekkert að gefa neitt frá sér. Stjáni Guli er með MP9 til að valda Bjarna. Þeir eiga ekki tíma þeir í útölinu á mollanum til að ná honum út. MP9 finnur frakkið og Robby fellur, ná uppfara byssur og 4. rándi fyrir Þór. En hérna verða þeir að byggja ofan á og búa til banka til að lenda ekki neinu vesinni. Ég myndi forsa. Ég myndi 100% forsa ef ég væri Neisti hérna. Seta pressu á efnahæginn. Já. Það er lykillinn ef þú ætlar að spila hann leik til þess að vinna. Taka það bara á kjálkan, ekki forsa of mikið, en í þessu rándi 100%. En núna veit ég ekki hvað það er. En mér finnst bara þessi leikur stefna í
framlengi. Já. Þetta er eitthvað svona overpass þing, sko. Þeir strauja hérna upp konna í gegn mollan, þar mæta þeir bara í hakavélina, þó svo hann vissulega búinn að finna Viktor en Pressi með 3. Pressi með 4, Uspar 1 og Batti allt í henni einn eftir, finnur ekki frakkið á tætt, skiptir í fría tekku og 10-5 skjótt skipast vindar. Smá augnaráð hérna í myndaðilina hjá tætt. Það virðist vera létt yfir Þórsurum. Það er jákvætt verður að teljast. Já, þetta var fragg númer 4 fyrir tætt. Já, og leiðir svolítið lestina hana hjá Þórsurum í þessum leik, í það minnsta. Á neista hliðinni þá er það Batti sem er fremstur í flokki, 15-7. Hvaða smókur var það? Það var móstursmókurinn. Það er ekki gott þegar hann feilar og þá kemur eitt flastana úr tætt hendinu Molla. Hann situr með MP9-na á pillar. Það er bara klokkur sem er að keyra í hann. Þetta ætlar að vera auðurleist hér fyrir Þórsara. Það verður það og Bjarni klárar dæmið. Það er 10-6. 10-6. Skjótskipast veður í lofti, við vorum að horfa á stigatöfluna áðan 9-3 leit út fyrir að vera svona, þú sagt, svolítið svona momentumið allt neista megin, hvað ætla Þórsarar að gera, blikkum augunum hér og allt í einu er staðan 10-6, 4 lotur sem skilja þessi 2 lið að, en þá er það kaup núna á hlið neista og Grenada hittir samt ekki en skemmtilegt svona movement play. Flastið á long Bjarkar Þórsson en veit núna af leikmönnum Þórs framalega á longinu. Þessi næra bakka á þessari stöðu og þeir eru komnir með fórustinu rándinu. Þau eru bara að spila úr því núna, eru líka framalega á sjortinu, Bjarni og Stjáni þar. Bjarni ætlar að sækja fragg hér, þetta getur orðið á hann að falli og er það og Lost Luck Gal opnar B-sætið og Pressi komin í rótetið. Sko, ég veit að Lost Luck er ekki með flest fröggin í liðinu sínu eða flesta fellunar en hann er búinn að vera risastór í þessu leik, Tommy. Þetta er impact frögg skipta höfuðmáli, sérstaklega í stóru mappi eins og Overpass. Snýr lótunum við. Algjörlega þeir ætlaðu að sita aðeins aftar á A-inu, íta á B, Lost Luck sér við þeim og opna rándið þá. Er það á tætt að reyna að klóra tilbaka. Fellur nær 2 hér, en það er ekki hægt að reikna með því að hann nái 3 þarna. Magasínið er bara ekki nógu stórt í M4A1. Nei, og hefði þurft að finna 4 þarna til þess að stoppa þetta, en wow, frábært skot á það hjá Pressa á Lost Luck, en býst hann við Robba hérna framalega, gerir það ekki og Robbi lokar þessu hérna fyrir neista 11-6. Það var bara 2 lotur fyrir neista til þess að loka þessu mappi, til þess að koma okkur í 8 leik hér í fyrstu umferðinni á ljósleiðardeildinni. Þeir eru búin að byggja upp ágætisbanka þarna Þórsmegin, þannig að þeir geta keypt inn í þessa lotu. Gætu verið í vesenni ef að þeir falla margir hér og sigra lotu eða tapa. Mappin í höndunum að Pressa. Fyrsta skipti við megin. Stauraðir. Það er mjög gott. Það er að spotta þarna 1 kombo Fountain. Robbi ætlar að gera þetta hratt og ná fullt af fasteign í mjög skömmum tíma. Eitthvað sem að Þór voru heldur rægir við að gera. Og þetta ítir CT-num strax inn á sætið sem að gerir mappið svo miklu minna fyrir Þór. Þór mjögulega með mistök þarna. Lár. Já, Pressi nær að bjarga Viktor. Þetta var mappi sem að Pressi þarf að stíga upp í. Þórsson. Þetta hefði hitt í hausan yfir Maká. Já. Það er bara þannig. Það er líkur á því.
Það ansi góða líkur á þess að sér AK á gólfinu. Fingra langur fyrir AK-in og hörfar af B-sætinu. En ekki áður en hann smókar á ruslið. Hann vil láta vita sér. Baddi er góð. Baddi liggur í valnum. Þeir eru komnir í Monster og shortið. Viktor með tilbaka. Og það er einn eftir komanda shortinu. Það er einn upp í heaven. Hann er lár. Rótið er komið. Þórsson. Pressi. Við vorum alltaf að búast við því að þessi lóta myndi enda svona eftir að pússið þeirra virkaði ekki sem skildi. Lifa líka með 3, Óli. Það skiptir höfuðmáli og nú er þetta ekki bara orðið að krækja sér lótur, þetta líka að halda efnahægunum í góðu standi því að Neisti geta unnið þetta einungis á því að bara, þú veist, fá lélegt kaup á sig eða eitthvað svoleiðis. Já, ef að Neisti rampa inn í einhverja lóti, þeir geta unnið Spar, þeir geta unnið Force og ef peningurinn er ekki góður Þórsmegin og þeir þurfa að spara upp á móti þá verður brekkan, þú veist, það er bara 2 lótur til þess að klára þetta, þá verður þetta sem í brekka en það er ennþá 4 lótur sem skilja þetta að og bankin lítur ekkert hræðilega út Þórsmegin. Nei, og líka langar að minna á það, Óli, að Neisti, þeir verði eiginlega að spara þetta. Þeir eiginlega verða að spara. Já. Þeir eru með P250 og glokkur. Þarna vantaði smá áræðinni í þetta púsi í short. Já. Leið og þeir ákveða að bakka frá A, þá hefðu þeir þurft meira stöff milli handana til þess að ná B-inu. Það var bara, við ofurefli það voru 3 leikmenn frá Þór sem voru að taka mótið alltaf að vera erfitt, en rótiðin voru síðan bara með greiða leið niður og það var enginn að splitta mappinu því að þeir voru manni undir. Stjáni, veitum spotta shortið, enginn þar. Flassi kemur þetta fyrir utan á klósið inn og ætla að þræða í gennum fjarkan. Viktor í bústinu og droppar því, vita af 2. Þar á meðal einn vappi. Þetta gæti endað illa. Báðir mollandi notaðir. Viktor ætlar að munda AK-inn til að krækja einhver frögg. Uspan í þokkabót. En þeir eru að falla eins og flugur. Allt í hennu tætt og Stjáni guli, 1-2 eftir á móti 4 Neistaleikmönnum. Þetta voru glokkur, Óli! Þetta voru glokkur, það er alveg rétt, en það er 3-2 núna og það eru 2 leikmenn sem eru með fullan armor og byssur á móti, berskjölduðum leikmönnum Neista og Stjáni. Hann er búinn að finna einn, Rúfus Sinner getur að finna eitthvað meira. Nei! Eða hvað? 1-1, tætt hér. Spámanna öldi smókin, Þórsson í gegn, no-zoom til að klára tætt og það er 12. rándið til Neista út frá glokkuspari, 1 smókur og 2 flush. Þetta var ótrúlegt, virkilega vel gert þarna hjá Neista og hvað getum við sagt? Viktor verður að ná fraggi í þessu bústi. Hann leysir enga pressu, droppar á bústinu, pressi með vappa. Geiga báðum mólunum líka. Þeir kasta ekki seinni mólunum nógu nálægt sér, þannig að þeir hafa leið í gegnum mólan. Þetta er, Rösbje. Tætt nær bara einum Robbi með 2. Bjarni þarf að gera risa hluti, en það lítur ekki út fyrir að Neisti að fara að gera. Snemma, það er ofurstjarnan Pressi sem að gæti gert garðinn frægan hér. Viktor með þess að í flankinu, 2-2 akkurat núna. Viktor er að fara að eiga kontakt hér og kontaktið er frítt, fær frakkið. Daffey á móti 2 til að sigla þessu yfir í núk. Sendi sig yfir í púli, ætlar að komast á tunnu. Stjarnan fyrst að klára klippuna, nei! Það er klokka til að klára þetta, gerir það ekki! Þór framleggja þessum leik! Enn og aftur þá tölum við það að Daffey, hann að hitta þarna ekki skotið sem hann varð að hitta. Hann nýtti aðeins svo mikið að kúlum á skotmark sem að lá mjög berskjaldað fyrir framan hann. Þetta leit bara út eins og Daffey bara bjóst ekki við að sjá hann þarna. Já. Þú veist, hann kemur hann upp, heldur hann sé að fara að komast einhvern veginn í bakið og býstu þessu komið lengra og þetta bara kemur hann í opna skjöldu. 12-8 líflína fyrir Þór hér.
Hvað sagði ég, Tómi? Þetta að stefna í jafntefli. Þetta að stefna í overtime. Það eitthvað við overpass. Grenslunar eru ágættar til að taka þetta Robban í 64. En munum, ef að Neisti getur unnið lotu á glokkum, þá geta þeir unnið lotu á öllu. Það enda að vera 1 P250. Já, ok. Samt, þetta var glokkuspar. Bjarni opnar reikningin hérna fyrir Þórsara. Leggur inn 1 stykki Duffy. Áhaustunin ekkert rosa mikil á honum, sko. Örugglega bara 0,30 á... Veistu hvað mikið verðbólka, Tómi? Já, þú veist, þú veit að tala fjármál mig, sko. Ég alveg, sko. Keyri gamlan bíl og á gamla íbúð. Batti þarna örlítið of seinni í píkið. Pressi, leitar þetta gamla góða jump spot yfir peningana kalla Tide finnur Lost Luck sem að hefur verið hægt töluvert á honum farandi yfir í terr. Viktor með Þórsson og þetta svona að renna út í sandin og lítur út fyrir 12-9 hérna fanninn í næsta ránd en þá ættu að fá örlítið kaup. Batti fær hellinga plássi hér. Stjáni Guli enda með að molla Robba til að klára og 12-9 staðan. 12-9. Ekkert par excellence kaup sem að Neisti fær. Ekki allt jútileg sem þið vilja fjárfesta samt sem áður allir í Galil, nei, AK hefði vilja sjá mögulega einhvern á Galil. Batti selur AK-in og fær Galil og treytar þarna skáti yfir Þórsson. Já, fengu aðeins meira stöff og ég fíla það að það var stöffleysið sem stoppaði frá því að geta tekið B þegar enduðu manni undir áðan. En núna sjáum við hérna dýnamíkina sem getur komið inn. Það allt í einu Týr Þórsson hérna, dílaði 2 leikmenn á long. Þeir hörfa, það ekki að falla ódýrt hér á móti Scout á playground. Playið svona rann út í sandin, ekki of aggressífur í að nýta playið og resetta frekar og finna frökkin annar staðar og það kemur. Lost Luck liggur í valnum og það pressi á vappanum sem finnur það fragg. Já, pressið svona rót þetta niður, þarna búin að spila vappan allan hálfleikinn á efra sætinu, þannig að þið búast ekki við vappalínu á B-stættinu, góð tímasetning til þess að hrista þess upp í hlutunum hérna hjá Þórsurum. Við erum samt sem ekki rótitu yfir. Sitja þetta nýta utilisitt núna til að hæja á sókninni og byggjum rótit yfir sem kemur hægt og rólega. Það virðist vera Bjarni sem rótita þar yfir en þeir eru komnir með það sem þeir þurfa. Einhver nú að nála? Já, Tide nú að nála til að heyra opnuna á hurðinni. Flassið dynur líka en nú ætlar að taka teik á B-sætið. Stjáni Guli ekki með nógu gott. Hérna kemur boostið. Duffy missir að fyrsta en Batti klárar hann. Bjarni komin í rótitið, nær einu með það til að hæja örlítið á þeim. Rótitið þarf að koma og þarf að koma frekar hratt. Þessi nær þetta góðri línu á súluna og þar með sagan öll. Það 12-10, skemmtilega uppsett ránd en vantaði smiðshöggið og voru alltaf með Bjarna þarna í púlinu til að vera erfiður. Já, Bjarni þarf að falla þarna snemma, þá geta þeir spila þetta svona aðeins þægilegra, vitandi það að þeir eru búin að hreinsa alla sem eru svona inn á sætinu. En þetta leit svolítið út bara eins og eiginlega nákvæmlega saman play og er ætlaði að taka á þann. Nema núna gerðu þeir það með nógu mikið á stöffi, þess að fá þeir sætin, koma bombinu niður. En vel spila hjá Þórsurum í vörninni og þá það tekkur. Við sáum þetta virka með glokkur. Það B núna, Flassi, það gott, Tide kemur hérna og starir niður göngin og það bara 5 mann sem að horfa á hann á móti og Stjáni Guli næstur í að taka á móti þessu stöffið. Það bara aðeins of mikið, það 5 í líf hérna eftir á Batta. Hvað getur hann gert? Þeir ætla að labba hægt hérna í gegn núna, finna ekki Bjarna, vita af þeim báðum þarna, vita af bombunni. Batti fallinn, Rúfusson komið með AK í hendurnar, lætur hann ekki virka og 11-12.
Er það overtime í overpass, Tommy? Það spurningin. Lítur út fyrir það. Það komin byrjandi báða vangi hjá Þórsurum og það lítur út fyrir að þeir sé að fara að sigla í OT. En það fer allt eftir því. Þetta líklegast besta kaupið hjá Nista í þó nokkur ránd. Konum við vappa á Þórsson í stæðan fyrir skátin áðan. Konum við full AK kaup. Besti séns til að loka þessu mappi og knýja fram núk. Þetta því gæti nokkuð verið bíður eftir að vera notað á þessu tímabili eins og svo oft áður. Eins og svo oft áður. Aðeins meiri svona timid í sókninni akkurat núna. Núna skiptir máli hver þorir að taka sénsinn. Þórsarar voru að taka yfir, mér sýndist klósettinn og bakka síðan í kjölfar á því. En engin aggressív vörn og sóknin hægt og rólega að fikara sig áfram og það Daffey þá sem spottaði af pressa. Þórsson finnur tætt. Þetta B-leikmaður sem liggur í valnum og þetta getur heldur betur opnað möguleika fyrir Daffey hérna. Það virðist bara vera að hann ætla að senda leikmenn yfir á B-ið, bomban þar, Þórsson með vappan í þokkabót. Gæti tekið einhverja skemmtilega línu á shortið. Núna þarf Daffey að hitta. Það kemur hérna Óli á tunnur, Bjarni í vesinn, hann fastur á pillar, þeir hljóta að vita, hann skiptast þar, hann fallinn, Robbi finnur hann og Stjáni Gulli komin í púl. Hvað getur hann gert? Hann getur bara fundið einn Viktor, hann satt mættur inn í vörðina, getur hann fundið eitthvað? Já, hann finnur Lost Luck. Viktor, hann finnur Robba líka, það Batti 1 og 2 hérna upp á O10 og Viktor með 4. leikmanni til þess að knýja fram overtime. Þór var með comebackið. Viktor, og þarna erum við að sjá star powerið í Þór bara stíga upp. Pressi og núna Viktor. Þetta eru svona stjörnundar í liðinu sem verða að stíga upp í erfiðu tímabilinum í rándunum. Gera það þarna, knýja fram overtime og þetta þurfti ekki mikið til. Fyrsta best of 3, við erum komið fyrsta overtime. Já, fyrsta overpass, fyrsta overtime. Þetta bara, það eitthvað við þetta map, Tommy. Ég sagði þetta í 10-4. Þá sagði ég, stefnir í OT. Ég held að það satt að maður segja 8-4, sko. Þetta bara svona. Þetta þannig mapp. Gaman að fá þetta aftur inn í púlið, en núna sjáum við aftur gott kaupandi hjá Nista. Það munaði ekki miklu í síðasta rándi. Hvað geta þeir gert hér? Geta þeir komið þessu, haldið áfram að byggja með bakkaði með við sjáum hvað þetta city sætið hjá báðum hliðum í þessum leik. Ef að Neisti geta fundið 2 ránd hérna á T-hliðinni, að þá þeir í ansi góður í stöðu fyrir seinni hálfleikinn í framlengingunni. Daffey nær út á júturinn á shortinu, ekki takkaði neitt niður. Stjáni Gulli hins vegar fær eina handsprengju í bakið. Efast að það hafi verið þægilegt og missir 30. 6 á B. Robbi lætur sjá sig í fjarkanum, bakkar síðan úr því. Daffey fær ennþá meira jútil að ná B-inu, hann bara allsæll með það. Og meðan Robbi lifir, en hann lifir ekki lengi. Pressi finnur opnun. Stjáni heldur áfram að reyna að ná einhverju takki á B-leikmennina. Þeir eru 3 talsins, ekkert rótið yfir á A-ið, engin pressa, þannig að þetta ætti að vera þægilegt. Tætt, geggju tímasetting. Það er þess að vappi sem að finnur hérna. Vatti jafna metin. 1 á súlu, það Bjarni. Stjáni Gulli komin á díföldið, Freyið feilar, Bjarni verður að toga í spottana. Viktor komin í rótið, 1 á móti 2, Batti. Það 13 sekundur eftir. Bollinn góður, hann þarf að sýna sig fyrir Heaven. Viktor, þetta á ensku þetta labored, en hann nær að sigla þessi yfir. 13. rándi komið í höfn fyrir Þór. Já, sjáðu bara
statana á Viktor hérna, hann að sýna að á þessu tímabili þá hann komin inn í það Þórslið til þess að vera stjarnan. Hann gæinn sem að tekur 4K til að koma þeim í overtime, hann gæinn sem að situr á 26-14 hérna, hann leiðir lestina, leiðir vagnin hér, næstur og eftir tætt á 18-19. Þannig að Viktor, hann statement leik. Vissulega. Þessar grensur eru geggjar. Bjarni var með 37 HP. Góð byrjun fyrir næsta en við þurfum að finna smiðshöggið, klára rándið. Bjarna finnst ekkert leiðilegt að spila í kringum þennan smók. Þetta opnar bara einn farveg en Þórsson finnur rífrækið á hann. 4-4, tætt. Annars þar á mappinu að leita að pressun. Pressi! Hann að leysa alla pressuna! Robby liggur í valnum og já, gott að það var ekki Daffi líka. Lost Luck kom með ágætis fastirnandi á B-inu. Að fylgjast grannt með því. Bara veit ekki hvernig Þórsson ætlar að komast til hans. Það hausverkur. Maður niður í konna, það Lost Luck þarf eiginlega að koma upp til þeirra. Já, það bara spurning hvernig það valdað. Það hérna rótið þetta yfir á B-ið, Viktor að halda þessu. Jájá, Viktor sjötta skilningavitið á Viktor þarna og þetta ætti að krækja í 14. rándið. 30 sekúndur eftir á klukkunni og Þórsson að róta þetta yfir að Monster. Tætt staðsettur þarna fyrir neðan stíga niður í konna, þannig að þeir vita af rótiðinu líka og Þórsson, hann bara lesinn. 3 menn komnir niður á B-ið þegar hann ætlar að fara að reyna að færa sig upp á skafti þar. Og það pása. Pása fyrir næsta og reyna að finna einhverja leiðir í gegnum þessa vörn og hún hefur bara batnað til muna eftir að þeir fengu $10,000 í startmoney. Já. Geggjað. Eða hvort það sé 12,5 núna. Breytir engu, það eiga allir kaup. Það eiga allir kaup, það vatti á Þórsson líka, það bara í rauninni, já það bara fullt kaup, það fullt stöf, fullur armor, allir í góðum málum og ég fíla það. Það var alltaf ógeðslega leiðilegt að vera eitthvað, já, 3. ránd, það var að vinna Force, eitthvað, þú veist. Já, það var boring. Af hverju, skilur þú veist, þú ert í overtime. Og þú átt að fá bara kaupandi kaupi. Það liggur eðlilegast fyrir allavega. Ég skil að þú getur ekki keypt 3 vappa í röð, eða 2, nei, þú getur ekki keypt 2, ekki 3 vappa í röð, þú þarft að hafa eitthvað. Bjarni, hann stauraður hér, ákveður að spila nálægt smóknum. Ég elska þetta play, bara það svo gaman að spila inn í þessu smók. Pressi, hann heldur áfram. Vita ekki að tætt svona framalega. Vita ekki að Bjarna heldur, Bjarni sér hann núna en Daffi, hann bara registerar, hann bara skráir það ekki í hausinn á sér, hann sá Bjarna þannig að hægra meginn við fountainið. 3-3, Bjarni á allt A-sætið, það einn í tengi og núna þarf Bjarni að pæla í því. Getur að sjálfsögðu droppa þarna niður í tengið frá, hann komin á terspón nánast. Gæti komið í bakið. Spurning hvort að næsti búist að einhverju leiti við þessu, þeir þurfa að fara að taka bombu. Hann finnur bombu ef hann leitar. Gerir það. Lifa. Finnur bombuna. Og þá þarf Baddi og Lost Luck að finna hana. Stjáni Guli finnur Badda og Lost Luck einn eftir. Þetta flawless CT site hjá Þór. Heldur betur. Viktor finnur senasta. Einu fraggi frá 30 bombu. En það veist þið eitthvað klikkað. 12-5. Sko, það ekkert mapp í púlinu sem ég bara minna sannfærður í OT ef hún 3 CT rándum. Já, ég sammála þér. Það eitthvað við það. Þú veist, það eru 3 full buy, full stuff. Já. Það eru 3 fullar varnir sem að næsti færi þetta. Já. Og þú veist, það alveg heimur. Ég myndi segja að þó séu bara komið sér aftur inn í leikinn. Þeir héldu klefanum góðum, héldu haus, komu inn í seinni hálfleikinn, svörðu fyrir sig, settu þetta í OT, settu statement hálfleik í OT. En það alveg heimur þar sem næsti tekur bara 3 í röð líka. Já, bara tvímælalaust. Það ekkert, maður ekkert fjarri því. Þú veist, ég hef alveg séð ótrúlega hluti, sko.
Ég held að 72 round sé lengsta sem ég hef farið í OFS. Ég held að ég hafi ekki farið í oftar en eitthvað svona double eða triple OT, sko. Það er ekkert svakalegt, sko. Það er bara svona, já, þetta var jafn leikur. Já, það var náttúrulega MR15, sko. Já. Hérna, en ég á 70. Þetta er stórt. Þetta er smóku frá CT-unum eða ekki? Ég held það, jú. Ó, nei. Loslög þarf að róta þetta og taka monsterinn Baddi tilbúin að... Ó, nei. Sjáðu Vappan. Thorsson með Viktor. Já, Vappin. Tæt. Loslög bara með meira move speed þarna. Tæt takkar af grensu. Og þarna verður fyrir allt til fjandans ansi fljótt. Bjarni hins vegar kominn með ágæst fastegnuna í púlinu fyrir utan AF. Daffey spottar hann ekki. Þeir eru að fara að koma gegnum fimmuna en Bjarni er ekki komið neitt kontakt. Hann veit ekkert hvar CT-in er. Verður að finna þetta fragg. Finnur það! Þetta galopna rándið! Er Bjarni að finna opnuna til að loka þessu? Batti með svarið. Það eru 2 leikmenn sem eru að koma, nei þeir eru allir að koma backside. Það er enginn að koma fyrir konna, það er ekki verið að klípa neitt hérna. Molli í plant, þeir eru með Vappan á pressa. Gæti tekið langt angle en ákveður að stikka á Oddi. Finnur fyrsta fraggið, Batti fellur. Þá er Stjáni, einn eftir, AK-an í höndunum, einn Optimus. Finnur fraggið, þetta var geggjað spraykontroll þarna! Og þarna eru Þór að sigla þessu heim. Það er 16-12. Stjáni guli með lokununa þarna. Þetta var stór skemmtilegur leikur. Þetta var smá drama. Héldum að vera að fá núk, ég fekk ekki núk. Horfði á overpass overtime. Smá drama, Þór, þú veist, þeir að klúðra þessu, þetta er mapp ekki þeirra, Neisti líta vel út, þetta var svona, þessi leikur bauð upp á slatta en svona hlutin sem ég pikkaði upp frá þessu, það eru fleiri bright spots eða svona bjartir hluti sem við getum talað með Neista. Sko, við vorum að horfa á liðið sem þú powerrankaði númer 8. Já. Á móti liðið sem þú powerrankaði númer 4. Já. Og við fórum í OT. Já. Í overpass. Þannig að ég ætla bara að segja dömmin og herrar velkomin í ljósleiðardeildina 2025. Því að þetta verður rugglað season, Tommy. Ef að þetta er að setja tónin fyrir okkur akkurat núna, þá erum við að horfa á hluti eins og 4K til þess að knýja fram overtime. Við erum að horfa á rosalegt flick til þess að loka leiknum. Við erum að horfa á að klifra tilbaka úr 9-3 stöðu í hálfleik til þess að setja okkur í OT. Þessi leikur hafði allt og ég vil eiginlega bara gleyma treinleiknum. Ég ætla bara að segja, hey, Neisti, þeir mættu bara kaldir inn á server. Það var ekkert, þú veist, þetta var ekkert lýsandi fyrir það hvað þið geta komið með á borðinu. Þessi leikur 2 er held í það sem að setja tónin fyrir þetta season. Þetta var lið númer 8 á móti lið númer 4. Veistu hvað hefði gerst í fyrra ef þú hefði verið að taka lið númer 8 á móti lið númer 4? Við höfum farið í svona 2-13-6 leiki. Já, það geti alveg verið, sko. Við erum að færast nær allavega og botnin er að ná toppinum örlítið lengra. Miðjan er orðin sterkari. Þannig að við erum konum við bara helviti sterkar senu en það tók 10 tímabil sem ég staði þetta með ykkur góðar ándur. Þetta er sturlað. Þetta er sturlað og bara þvílíkur leikur sem við fáum hérna til þess að opna seasonið. Ég bara get ekki beðið eftir næstu umferð, ég get ekki beðið eftir 50 deginum. Þetta verður geggjað. Það er bara þannig. MVP? Viktor. Já, sterkt sjátt. Ég myndi segja að hann væri ábyggilega besti ræflirinn í svörunum, bara tvímælalaust. Ég er mjög hrifinn að því sem ég sá frá pressa samt. Mér fannst hann taka ábyrgðina á sig og var að leita. Hrifinn að því hvað Bjarni var bara svona dálítið hands-off, bara ok, ég sendi einhvern gaur með þér og þú púlar eitthvað. Sko, ég myndi segja, ef ég ætti að setja hérna top 3, þá hefði ég sett Viktor, Pressi, Loslög. Já, ok. Af því að ég meina, þú getur ekki diskountað það að, skilurðu,
Hann var stór partur af Pressi var stór hérna, já, þú veist, og Pressi var líka bara stór hérna í Train líka, skilur þú veist, Viktor er ástæðan fyrir því að Þórsarar vinna overpass, þeir hefðu tapað ef hann hefði ekki stíðið upp á réttum tíma, pluss það toppfrakkari í liðinu, mikið af impactfrökkum, Pressi vissulega stór þar líka. Ef við horfum á neista hliðina, þá var Lost Luck bara allt í öllu í fyrirhálfleiknum. Það hann sem kemur þeim í þessa stöðu til þess að geta mögulega konverta þessu, kólnar aðeins í T-hálfleiknum en bara restina af liðinu gerði það líka. Já. Þannig að ef ég hefði átt að tilnefna hérna topp 3, þá myndi ég segja að Viktor er að merja þetta, Pressi kemur þar á eftir, Lost Luck kemur þar á eftir. Bara, ég var virkilega svona ánæður með það sem ég var að sjá út úr neista. Ég veit ekki hvað þeir eru með geggja logo, þetta heita Neisti, skilur þú veist, það eitthvað svona sjarmirandi við þetta lið sem að lætu mig bara vilja sjá bara, þú veist, áfram Neisti, koma svo, skilur, takið leiki á stórustrákonum og allt þetta dót. Ég hefði verið geggja til í að fara í, þú veist, Núk og sjá hvað þið getur komið með á borðinu þar. Já. En eins og ég segi, þú veist, ef þetta er það sem þetta tímabil er að fara að bjóða okkur upp á Tommy, þá hefur, ætla ég bara að leyfa mér að segja, aldrei verið betri tími til þess að horfa á Counter-Strike á Íslandi og svo erum við líka bara, með skjálfta. Skilur þú? Eftir kortir 20, sko. Það er bara að koma skjálfti, dömur og herrar, þú veist, þetta er bara, þú veist, hvað er að gerast? Ég skilst að það séu í kringum 10 lið skráð á skjálfta eins og staðan er í dag, þannig að bara, hver fyrir að vera síðastur? Það er bara nákvæmlega þannig. Mörg af geggjuðum liðum, við erum alltaf að fara í Digranes, ég fór þarna á 5 skjálfta minni með eitthvað svoleiðis. Þetta var ein skemmtilegasta æsku reynsla sem ég hef upplifað. Segja skemmtilega sögu, svona fyrst að við erum á leiðinu út og allt það. Í 10. bekk, þá gastu farið í svona ásatíðaferð með svona 10. bekkin einu með okkar. Mamma, ég sagði mömmu, mér er okkur að skjálta. Það er á sama tíma á útskiptferðin. Já, ég fyrir skjálta. Já, auðvitað fyrir skjálta. Já. Ég bara sé þessari. Það er bara þannig. Já, ég man ekkert hvernig það riverrafting dót fór, en þú veist, ég skemmti mig kongulega á skjálta, sko. Það er bara eitthvað svo legendary við það að sjá skjálta koma aftur, skilur við, þú veist, og hérna, og bara svona, við segja svona upprisuna á LAN-menningunni aftur eftir COVID, sko, það drapa svolítið. Ég veit bara að það er mjög mikil vinna sem er að fara í gangi og er í gangi baka tjöldin skilur bara hvernig getum við komið upp meira af lönum, við búum svo vel hérna á Íslandi, það er einhvern veginn allir skilur dagsverði í burtu til þess að geta hist og spila saman, þannig að bara ég hvet alla þá sem að geta til þess að koma og taka þátt á skjálta, koma að mæta á staðinn, skilur þú veist, kaupa sér eitthvað í sjoppunni, styðja við hérna... Skilst að verði merch? Já, kaupa merch, þú veist, styðjum við þetta, skilur, gerum þetta að einhverju stóru stöffi, bara því meira sem við gerum, því meira stækkar þetta allt saman, ég meina, sko, Dreamhack í Jönköping, eitthvað staðar í Svíþjóð, það byrjaði líka bara sem eitthvað lítið festival. Biblíu í beltinu? Já, ég meina, þú veist, allt í einu, hver veit, ef við bara endurvekjum skjálta og gerum það alveg metnaði, þá kannski getum við bara hérna eftir 10 ár verið að hérna, eða eftir önnur 10 season Tommy verið að tala um það að það séu hérna, 1000 manna að fara að mæta, það séu erlend lið að fara að koma og þess áttar. Það væri bara algjörlega sturlað, en já, á þeim nótum þá ætlum við að kveðja hér í kvöld, tímabilið er byrjað, Þór krækti í fyrstu punktana sína, mér skilst að það sé Vega Saga á 5. daginn. Við sjáumst þá, velkomin í CS.